velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi eftir kosningar. Hérna framundan margt efni. Við ætlum að tala mikið pólitík, en hérna aftast þá ætla ég að tala við hana Guðrúnu Jónínu Magnúsdóttur allt annað pólitík. Hún var að gefa út nýja bók. Ég ræddi við hana hérna fyrir 2 árum þegar hún gaf út bókina Álfadalur sem að fjallaði hörmunga viðburði og atburði í sinni fjölskyldusögu, barnaníð og ekki síður þögn samfélagsins gagnvart því, þar sem að fékk leyfði hörmungum að ganga yfir börn langan tíma á þess að neitt væri gert í því. Núna hún að fjalla ástandið, hún að fjalla konu sem hún kynntist sem að lenti kannski ekki í ástandinu, heldur frekar í lögregluaðgerðum sem að tengdust ástandinu þegar ungar stúlkur voru handteknar fyrir að hafa átt einhver samskipti við hermenn. Þessi stúlka var dæmd til fangelsisvistar upp á Klappjárnsreykjum og það hafði markandi áhrif á allt hennar líf eftir það og raunverulega barnið hennar líka. Ég ætla síðan að tala fall Pírata við Björn Leví Gunnarsson. Hann kemur hérna á eftir, hann fráfarandi þingmaður. Ég ætla að ræða við hann kannski sögu Píratana og af hverju þeir lentu í þessari stöðu núna á laugardaginn að fá einungis 3% fylgi og falla af þingi. Ég ætla að tala líka vinstrið, því að það ekki bara Píratar sem að fengu skell, heldur VG þurrkaðist út, fekk bara 2,3% atkvæða, flokkur sem var stofnaður 1999 meðal annars af Ögmundi Jónassyni. Ég ætla að fá hann til þess að tala stöðu vinstrisins eftir þessar kosningar. En hérna eftir smá örstutt auglýsingahlé að þá kemur Sigurjón Magnús Egilsson og sest í þennan stól og hann ætlar að taka á móti 4 nýjum þingmönnum. Hérna kemur Ólafur Adolfsson sem í Sjálfstæðisflokknum, Jón Gnarr sem í Viðreisn, Ása Berglind Hjálmarsdóttir sem í Samfylkingunni og Halla Hrund Logadóttir sem í Framsókn. Þau ætla að tala saman pólitíkina. Það verður gaman að heyra hvernig pólitíkin verður fersk í þeirra munni. En áður en að því kemur þá ætla ég að minna ykkur á að samstöðin hefur verið byggð upp af ykkur, fólki sem hefur bara bent vinum og vandamönnum á efni sem það hefur séð hér eða heyrt, bent á að það megi finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, í útvarpinu 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar í spilaran.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á útvarpi hvað sem í heiminum. Það sem net á annað borð og svo erum við líka komin í sjónvarpi til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síma. Þar við númer 5 á fjarstýringunni kannski, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring. Með því að benda fólki á þetta þá stekkar dreifikerfið okkar. En það sem að drífur okkur helst áfram eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði. Það margir sem hafa gert það og smátt og smátt safnast upp afl til þess að halda hér uppi öflugum umræðuvettvangi og vaxandi fjölmiðli. Ef þú vilt slást í hópinn þá getur þú farið inn á samstöðin.is, það knappur sem ástendur áskrift og þar getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og þökkum kærlega fyrir. En nú ætlum við að heyra örstuð skilaboð og svo kemur Sigurjón Magnús Egilsson hér á eftir og ætlar að ræða við nýja þingmenn. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þarft hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl. Ég ætla að ræða hér við 4 nýja þingmenn úr 4 flokkum. Það Ólafur Adolfsson, Sjálfstæðisflokki og fyrsti þingmaður Norðausturkjördæmis, ekki? Jú, það rétt. Jón Gnarr, Viðreisn. Halla Hrund Sjöndi, já, í hvoru suður en norður? Suður. Já. Og Halla Hrund Logadóttir sem allan að oddviti Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi. Ég veit ekki nú hvað til röðinni. Passar. Ég nú með 3 af 4 röðinni. Já. Og Ása Berglind. Ég þarf að rifja þetta upp eftir marga svefnlausa daga. Já. Ása Berglind Hjálmarsdóttir.
þú ert í öðru sæti Samfylkingar. Já, í Suðurkjördæmi. Í Suðurkjördæmi. Og þú býrð í Þorlákshöfn. Ég býð í Þorlákshöfn, það er rétt. Það er mikið að gerast þar. Já. En hvernig nú óska ykkur öllum til hamingju, bara öllum minni. Takk fyrir. Takk. Er þetta eitthvað sem er búin að ganga með lengi í maganum? Ólafur, þú ert nú verið í pólitík annars konar. Já. Þú var forseti bæjarstjórnar Skaganum eða ekki? Ég var í rauninni formað bæjarás og leiddi lista sjálfstæðismanna 2014 til 2018. Var svo reyndar ég í minni hluta 2018 til 2022. Það var ekki eins skemmtilegt, ég kenni það. Já. En ég svo sem var ekki með það í maganum að vera þingmaður. Ég svo sem alltaf haft gaman að horfa á þingið og ég er almennt hrifinn af svona pólitísku samtali. En ég var eiginlega hættur í pólitík þegar var leitað til mín og ég ákvaða að slá til, en þá var ég eiginlega hættur og var farin að fókusera alfarið á rekstur míns fyrirtækis. En svona er þetta stundum. Það var svona smá vandræði hjá Sjálfstæðisflokknum í Norðausturkjördæmi. Þórdís Kolbrún, hún fer? Já, sko, ég veit ekki hvort að Þórdís fer endilega út af einhverjum vandræðum. Ég held að sé þannig að við náttúrulega Haraldur Benditsson auðvitað var bæjarstjóri á Akranesi og þá kom Teitur Björn inn sem þingmaður, en svo auðvitað þegar Þórdís hefur farið að skoða framhaldi hjá sér, þá hún er búin að vera búsett lengi í Kraganum og hún er varaformaður flokksins, þannig að hún er mögulega að horfa að fara að taka við. Já, ég myndi ekki, það kemur ekki óvart. Nei. En Jón, ertu búin að ganga með þingmanninn í maganum? Já, þú veist, ég náttúrulega alltaf litið á mig sem svona pólitískan og reyndi að hafa áhrif og allt er pólitík náttúrulega og ég reyndi að hafa áhrif svona í gegnum mitt starf sem listamaður og líka sem einhvers konar áhrifavaldur og verið svona skrifað greinar í blöð og en síðan langaði mig til þess að ég var náttúrulega var borgarstjóri og svona eftir það að þá var ég svona hikandi svolítið við þetta en hef síðan svona safnaði mig kjarki og síðan ákvað ég svona einhvern veginn að fara í framboð og tók náttúrulega þátt í forseta kosningunum með fram þar og Ég kausi, ég er búin að segja nokkru Já, takk fyrir það og mér fannst það gríðarlega skemmtilegt mér fannst það athyglisvert á svo margan hátt og ég skynjaði líka bara svo miklar breytingar í samfélagsgerðinni hjá okkur og svona alls konar áherslur og svona síðan var umboðsmaður barna og krakkarúf voru með krakkakosningar í grunnskólanum landsins og þau kusu mig sem forseta og þetta var svona við hjónin vorum að ræða þetta eftir hvernig ætlar að svara þessu þetta er bara þetta er bara mikið virðingavottur og hvernig ætlar að svara þessu ég var eitthvað að hugsa já kannski skrifa barnabók eða og svo fór ég að hugsa bara bara að bjóða mig fram og bara minnst þetta alveg gaman og mér finnst þetta mikið breytt og mér finnst þetta mjög áhugavert núna þetta er ekki sama svona kannski svona frustrasjónin og var eftir hrunið og bara bjóða mig fram bara til þings og mér leist best á mörgum mjög góðum kostum og leist mér best á Viðreisn svona sem vettvang fyrir mig og ég var að ræða við kona mín og sagði henni já, mér langar bara að bjóða mig fram og hún sagði já, en heldur að verða ekkit of mikið fyrir heldur og ráður alveg við þetta og já, sagði þetta það verða kosningar í fyrsta lagi vor þannig ég hef góðan tíma til að setja mig inn í ég veit ekki almennilega hvað ramma áætlun er og svona, ég get googlað það og lesa mér aðeins til og svo bara gjörbreytist það og ég má eiginlega segja og ég sé búin að vera í samfelldri kosningabaráttu bara frá því vor þetta er virkilega búið að rosa skrítið í líf en mér finnst þetta mjög gaman og ég verið mjög skýr með það hvaða málaflokkum ég brenn fyrir og hvað
mér langar til að taka til hendinni og ég hlakka mikið til bara að geta hafist handa. Hallarhund, þú veist hvað rammaáætlun er? Já, ég var ég þurfti ekki að googla það, en það er auðvitað ýmislegt annað að læra. Já, og ég kannski, auðvitað eins og Jón þetta er búið að vera áhört ár, mikið framboðsár og eitthvað sem maður sá ekki fyrir, þannig að já, ég segi það stundum í gríni núna að maður auðvitað, það eru kosningalofurinn en síðan hafa verið lofurinn til barnanna minna, hvað við ætlum að gera eftir kosningar og ég náði ekki að framkoma öll eftir síðasta framboð, þannig að þessi loforðaflaumur inn á heimilinu, það eru tölur sem það er að framkoma þar. Og skulda börnunum talsvert. Þessi jól verða eitthvað annað, eins og segjum. En ég kannski kem frekar bratt inn í pólitík eða inn í þetta framboð. Ég mani mitt, ég var nýbúin að segja, leggja á blaðamann og segja að ég ætlaði ekki að taka neina ákvörðun fyrir en eftir áramót á nýju ári hvað ég myndi fara að gera og var farin að skoða ýmis tækifæri en þá springur stjórnin og þá hefst samtal og ég þetta kannski, hvað ég segja, bar frekar brátt að en ég get tekið undir með Jóni og fleirum ég hef alltaf haft áhuga á samfélagsmálum. Og kannski áhuga bara á opinberri þjónustu og þetta verið í orkumálunum sem er auðvitað mjög mikilvæg fyrir samfélagið verið að vinna í menntun sem er líka svona eitthvað sem ég trú á að skipti öllu máli fyrir okkar samfélag og verið að vinna í utanríkismálum og öðru sem eru svona, hvað ég segja, allt svona rauði þráðurinn er kannski þessi þjónusta fyrir landið á einn eða annan hátt. Þú ert Sunnlendingur? Ég er með mínar rætur þar. Ég er svo heppin að foreldrar mínir áttu mig þegar þau voru ung og þau voru bæði í námi og svona fóta sig í að koma undir svótunum og þannig að ég var svo mikið fyrir austan á síðunni hjá ömmu og afa. Þannig að mínar rætur eru mikið þar og þess vegna kannski líka þegar kom að því að hugsa varandi flokka og annað því að það eru margir góðir flokkar og mikið af góðu fólki þetta sem er í pólitík. En þá var það fyrir mig að mig langar ótrúlega mikið til að leggja lið samfélögum utan höfuðborgarsvæðisins. Mig langar til að beina sjónum mínum að uppbyggingu þar og ég auðvitað brenn fyrir auðlindamálunum og auðlindir landsins eru víða, ekki bara á suðvesturhorninu. Og síðan eru það önnur mál sem að skipta miklu máli og þar get ég nefnt uppbyggingu á tækifærum í menntun sem að ég hef komið af áður og ýmis önnur mál sem kannski eru bara nýsköpun og sköpun þvert á greinar samfélagsins. Herri, áður ég talaði við Ásu Berglindi, þá langar mér að spyrja þig, var þér ekki létt þegar að Sigurður Ingi datt inn alveg í lokin? Jú, ég ætla ekki að neita því, það var mikið gleðiefni, ég var nýkomin úr viðtalið þar sem ég sagði mitt, ég var að krossa fingur og svo var þetta búið að vera mikill darraðadans. Það hýrnaði nú heldur yfir Karli. Já, það var alveg dreigið þarna tímabili. Þetta var mikil barátta og auðvitað er þetta búið að vera gríðarleg barátta undanfarnar vikur. Já. Þannig en við missum frábæran mann út. Sigurður Ingi kemur inn og auðvitað hefðum við viljað fá meira. Við fjallum kannski aðeins þessi úrslit hérna eftir. En þetta er auðvitað búið að vera mikil vörn og sókn. Og samtímis. Ég þætti í gæra þá sagði ég með Willum að hann fell að þingi en það er laus landsliðsþjálfara staðan í fótboltanum. Já, þessi maður allan að heima á vettvangi sem hann getur haft áhrif og ég get sagt ég er búin að fara auðvitað á marga staði að það er rauður þráður hvað fólk er ánægt með hans störf. Já, ég er sammála því. Þannig að við verðum að halda honum í einhverju góðri stöðu. Ása? Já. Til hann ekki líka á, spennt að byrja, en af hverju ertu í framboði? Af hverju? Já. Ertu í sveitarstjórn eða? Ég er í sveitarstjórn, ég er í minnihlutanum í bæjarstjórn Ölfuss og byrjaði þar fyrir núna að verða 3 ára síðan og það sem að leiti mig þanga er bara að ég hef í gegnum tíðina unnið bara að ég reyna að hafa góð áhrif á samfélagið mitt og gert það yfirleitt í gegnum menningu. Ég er tónlistarkona og hef stjórnað bæði lúðrasveit og kór og unnið með börnum og eldri borgurum í gegnum menningu og sérstaklega tónlist. Og það er bara eitthvað við að gera gagn sem að drífa mig áfram og þannig að þegar þetta kall kom hérna fyrir mánuði, 6 vikum síðan, þá bara
svona, ég átti fjölskyldufund og hugsaði máli vel en sá fyrir mig bara að þarna væri aldrei svettvangur til að gera gagn. Þannig að ég sé ekkert eftir því. Þetta er bara búið að vera ótrúlega góðu tími núna að fara okkar risastóra kjördæmi og tala við fólk og hitta fólki sem vinnur í okkar mikilvægastu stofnunum og og bara börnin og unglingarnir, það var líka gaman að hitta þau og bara ferum vel næstuð. Núna byrjaðar stjórnarmyndunarviðræður, Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins. Þannig að konurnar 3, það eru byrjar að tala saman og það eru 2 stjórnarsinnar Já, eru byrjar... Ef þetta verður. Ég held að sé ekki byrja neina formlega viðræður, sko. Já, ég get hvorki staðfest að neita því að ég viti af slíkum viðræðum. Nei, Þorgeir Katrín sagði þetta í útvarp í dag. Já, ég hef ekkert hlust á fréttir í dag. Það kannski bara hún og Kristrún, ég veit það ekki. En þetta stefnir jafnvel í þetta. En það ég ekki sagt ykkur að langri reynslu minni sem þingfréttamann, það er mikill munur að vera í stjórn eða stjórnarandstöðu. Já. Ég held við höfum þóst vita það. Ég held við höfum alveg þóst vita það. Já. Nei, ég ætla ekki að kenna þið neitt, Ólun. Nei, þetta er Meira sér í sveitarstjórn. Þó að við séum samhent þar, þá er þetta blæbrigða munur á því að vera meirihluta megin eða hinum megin. Algjörlega. Upp á hverju þú kemur í framkvæmd. En þú getur auðvitað haft mjög góð áhrif eftir sem áður í minnihluta. Já. En ég held nú að til dæmis í sveitarstjórnum þá er þetta nú oft óþarflega mikið flokkspólitískt því að öll erum við nú bara að vinna að sömu málunum sem er bara að gera sem besta þjónustu fyrir fólki sem býr í okkar sveitarfélögum og reyna að halda þannig taumana að sko framtíða kynslóðir munu eignast góð sveitarfélög líka sko. Já, ég er alveg sammála því sko og líka bara sko svona sko sveitastjórnar eða rekstur sveitarfélaga er orðin svo advanseraður og það er svona vægi pólitíkurinnar er of mikið og oft hafa sveitarfélögin verið svona notu svona oft svona sem ákveði stökkpallur yfir í landsmálin og svona þjálfunarbúðir ákveðnar en það er þrjúdæmið það inni þið eru þrjú en svona pólitískt vægi sveitarfélagana er oft mjög ofmetið af því að sko þetta er náttúrulega fyrst og fremst samstarf sko og Ég ætla samt að segja að það er kannski sker sig aðeins úr eitt sveitafélag á Íslandi þar sem maður verður varari við pólitík og það er Reykjavíkurborg. Það eru sterkari öfl þar að glíma og en það er borgin auðvitað risastór og skiptir máli á svona landskvarðanum hreinlega og gengur kannski næst þá ríkinu í afli og þá skiptir auðvitað máli hvað er valið og ég ætla ekki að segja að það sé ekki rétt sem kom fram áðan en það er samt þannig að það er alveg blæbrigða munur á vinstrinu og hægrinu gagnvart sko nálgun á við getum sagt til dæmis skipulagsmál og hvaða íbúastefnu menn ætla að reka maður verður alveg var við það er blæbrigða munur en auðvitað er samt þannig að í litlum samfélögum þá starfa menn auðvitað þétt þetta er jafnvel vinnufélagar eða verslaði í búðinni saman og svo framvegis þannig að það verður aldrei til eitthvað svona pólitískt hatur sko. Svo líka auðvitað að vinna saman líka á þinginu auðvitað mörg góð mál sem eru unnið að saman þvert á flokka og ég held að það verði líka saman hvort að menn eru í stjórn eða stjórnarandstöðu að nýta sína þekkingu og vinna saman að því að koma góðum málum áleiðis. Ég held að það eigi að vera nálgunin í pólitík. Og þá er það mest í nefndastarfunum. Já, og ég held að séu þetta tækifæri líka. Við erum alltaf að sjá að það er meiri umræðum á samfélagsmiðlum, umræðan er ofta harðna í samhengi við sko ólíka einstaklinga í stjórnmálum. Og ég held að það sé mikil ábyrgð, nú erum við ný hér að fara inn á þing. Ég held að sé mikil ábyrgð að
að reyna að vanda sig í þessari umræðu, reyna að tala vel náungan, reyna að hlusta eftir ef það verið að gaggrina einhvern, að leita beint í frumheimild, tala við fólk, spyrja út í málin, reyna að vanda okkur í pólitík. Ég tók þess eftir því þegar ég var borgarstjóri var að sækja náttúrulega mikið samstarf við höfuðborgirnar á Norðurlöndunum og ég tók alveg eftir því við fórum gjarnan þá fulltrúar frá flokkunum í borgarstjórn. Ég aðstoðarmaður minn og svo kannski einn embættismaður en í tilfelli flestra hinna borgarna þá voru svo öfugt farið. Það var yfirleitt her embættismanna og sérfræðinga sem hafði vita á því sem var verið að ræða og svo kannski 1-2 pólitíkur sem fylgdu með Það framkvæma það sem hinu vildu. Já, og sem sagt, og þetta var bara, sem sagt, og mér finnst þetta ekki vera pólitískt álitamál, mér finnst þetta vera bara spurningum heilbrigðarskynsemi, svo skipulagsmál og svona, þetta er náttúrulega bara fólk sem er líka bara oft búið að mennta sig mjög mikið í þessum fræðum og þannig að það er ekki hægt að horfa fram hjá því og þetta með eins og ég var nú gagnrýndur oft fyrir að taka of mikið mark á embættismönnum eða sérfræðingum eða svona mér finnst þetta bara ekki svaravert mér finnst þetta bara svo bara eðlilegt og heilbrigt Mér langar líka aðeins að koma inn á aftur varðandi landsbyggðina því að mér finnst oft Reykjavíkurborg og pólitíki þar fá alveg gríðarlega mikið pláss í umræðinni þó að svo að hér búi nú massin af þjóðinni en þá verða bara held ég mest verðmættin til út af landsbyggðinu og þar eru innviðirnir sem skipta okkur mestu máli orkuvinnslan og allt þetta og mér finnst oft bara fjölmiðlar ekki sína því nógu miklu athygli sem er að gerast út af landsbyggðinni Nei, það er alveg árétt og ég óskaði þess oft þegar ég var borgarstjóri að fjölmiðlar myndu nú sína mér kannski aðeins minni að ég var alltaf að segja en Akureyri, pæli Akureyri það er fullt að gerast það líka Já, það er ekki bara að þeirra verið að gagnrýna okkur sem að við viljum færa fókusin eitthvað annað en ég Jú, það er að snjóa því, ég var kennt það ég segi það snjóa líka á Akureyri Það snjóa þetta meira það Miklu meira, þeir eru ráði ekki neitt En þetta skiptir líka máli varandi til dæmis eins og höfuðborgina Þetta er auðvitað höfuðborgin okkar allra og þess vegna er kannski eðlilegt að fókusin sé á höfuðborginni og það eru alveg mál þar sem eru hitamál líka út á landsbyggðinni ég nefni flugvöllin sem skiptir landsbyggðina gríðarlega miklu máli og það skiptir máli hvernig því máli er ráðið til lykta hér er all þriðjastigs þjónusta við viljum fá aðgengi að þessu á sem bestan hátt þar með tali líka eins og ég var nú að vísa í það til dæmis með skipulagsmálin Það skiptir máli hvernig aðgengi er að Landspítalann. Þeir sem hafa setið fastir í ártúrsprækunni, þeir vita alveg að því eða á Miklubrautinni að það skiptir auðvitað máli að hafa greiðarsamgöngur og góðar. Og ég er ekki að segja að vaki eitthvað annað fyrir borginni, en menn er ekki sammála. Nei. Svo er það vegir og brýr og allt það, menn auðvitað það líka, þó þetta verðist vera dýrar framkvæmdir á ólíkum stöðum á landinu, að þá eru það þessir innviðir sem að bera verðmætin sem er kannski verið að skapa út á landi, er að flytja í samhengi við sjávarútveg annað. Þannig að þó að fjárfestingin virðist alveg svakalega mikil fyrir eitthvað ákveðið svæði, að þá eru þetta svo miklar langtíma fjárfestingar og líka svo miklar fjárfestingar sem að eru lífæðar fyrir verðmætasköpun fyrir allt landið heilt. Þannig að það er líka eitthvað sem skiptir máli. Og slysagildru fyrir ferðafólki sem við erum að vilja fá til landsins. Það er þetta er bara slæm staða mjög víð og sérstaklega í okkar kjördæmi. Þetta árið búið að vera alveg skelfilegt hvað þetta var. Já, það er bara algjörlega óásættanlegt. Ég stundu satt að það fara í selli út að ganga Laugaveginn eitthvað að við fórum einu sinni 4 til Skotlands að spila golf og þá pöntuðum við rástímuna löngu fyrr. Þannig að við áttu bara klukkan 9:20 eitthvað og okkur ekki á Laugaveginn, okkur er þetta ekki bara til að segja allt og margir í einu heldur bara stýrt inn á og svona má það vera og eins með ísellan og þetta, það bara vera eitthvað stýring að segja ekki bara algjör Nei, en það er nú með margt hér hjá okkur vantar oft bara skipulagið, okkur vantar innviði, okkur vantar kannski skýrari útskýringar, eins og til minnst við tölum höfuðborgina, hlutverk höfuðborgarinnar er mjög lítið skilgreint, það er bara Reykjavík skal vera höfuðborg Íslands og síðan er það bara pólitískt matsatriði hvað felst í því og hvað skylda höfuðborgarinnar og svo framvegis. Þannig að við þurfum ofta svona skilgreina
betur, já, vantar oft bara hreinlega lög til að fólk geti fylgt sko. Þeir eru að vinna í þessu fyrir norðan þeir er alltaf skilgreina höfuborgina líka þar Næst það rosalega athyglisvert sko. Já. Þú ert mikið þar Ég var náttúrulega mikið þar líka þú hefur náttúrulega reglulega verið þar en ég var í menntaskólanum það var enda frábær tími við skil vel á hverju menn vilja hafa 4 ár í menntaskóla það er eitthvað sem eitthvað misannað með að styrta þetta en mér finnst Akureyri alveg yndisleg sko. Ég og þú ert að segja ég er búin að vera mikið þarna ég er búin að vera 2 vetur sko hjá leikfélaginu og Akureyri er sko sem bær hefur breyst alveg gríðarlega mikið á síðustu svona 10-20 árum ég finnst það er orðin mikið fjölbreytni veitingastöðum og afþreyingu, útivist skóarböðin eru komin krónan er komin nei alveg þetta mér finnst bara bærin er einhvern veginn, það er allt annar andi heldur en var ofta gallstundum verið helviti drunga Ég bjóð þar í 6 ár frá 76 til 82 og þá var eiginlega bara KEA eina sem ég gætt þyrfti láta gera svona fyrir mig það er á þess að KEA kemur nær í það var að fara til rakarans Anna var bara KEA það breytist líka margt með ferðamennina það kemur óhjákvæmilega það verður svona miklu meiri þjónusta miklu meira líf meiri fjölmenning svo er bærinn náttúrulega fallegu líka sko. með glæsilegt menningarhús og gleym ekki græna hattinum ég var nú bara með tónleika þar á síðasta föstudag keyrði svo í bæinn fyrir nóttina við vorum með tvíhögakvöld við Sigurinn og hvernig gekk að keyra? Það bara gekk mjög vel reyndar sem sagt var kona mín búin að banna mér að keyra og að því að ég væri svo þreyttur og mér finnst ógeðslega gaman að keyra og Sigurjón sérstaklega á nóttunni mér finnst bara alltaf mér finnst gaman að keyra og Sigurjón er ekki eins góður bílstjóri og ég og þannig að það var svolítið svona þú veist hann keyrir svolítið hægt sko og mér langar alveg að segja svona við hann sko þú veist 65, þú ert kannski fara aðeins svo varlega sko en hann fór svolítið svona varlega en ég meina það var góð færð en ég var bara svo hættur að verða sko veðurteftur út af Spáni sko þannig að það þú tekið við þú tekið við á jakstrinum nei, hún kona mig og búin að senda honum SMS þú passar að Jón keyri ekki hann er ekki nokkur standi til þess af því að bara, ég var bara svo þreyttur sko bara en menningarstarfsemin bara dásamlega og Hof náttúrulega breytir líka mjög miklu sko. eins og Harpa breyti fyrir Hof er fallegt hús það er engin bær á Íslandi sem með sko fjölbreytta starfsemi eða sko fjölbreytta innviði íþróttahús, sundlaugar, leikfélag Hof eins og Akureyri þetta er sko þjónusta mælikvarða skautasvell gleymum því ekki það er líka fyrir okkur að búum sko Suðvesturhorninu þá er svo mikils virði að Akureyri blómstri sko það getum farið í aðra svona minni borg svona second city það er bara og ekki sjálfgefið eins og Hof við fórum nú í Hof sko núna þegar vorum fyrir norðan sko og mér finnst bara svo góður andi þarna í Súsi mér finnst bara gott að koma þá sé ekkert í gangi sko algjörlega, það er eins og í Hörpu ég starfa nú í Hörpu það nú að segja því starfi upp núna ég er verkefnastjóri dagskrárgerð í Hörpu og það hefur verið bara alveg ótrúlega gefandi að fá vinna í þessu glæsilega húsi Er það hægt að það á núna út af þingmennskunni? Já, þetta er svona smá bittersweet Já, ég vil sjá það á þér þú ert ekki alveg viss sko Ég er alveg viss, ég er alveg búin að gera það upp innra með mér en auðvitað er eftirsjá eftir mínu góðu starfsfélögum þar og þeim bara dýrmætu verkefnum sem ég var með en ég bara er reynslu ríkari og mun alltaf góð samskipti við þetta fólk sem er þar sem er á heimsmælikvarða eins og húsi sjálft ég hef mitt fengið sko aðeins að fara í önnur tónlistarhús í þessu starfi að ég hef verið að fara sem fulltrúi til samtaka evrópska tónlistarhúsa þar sem eru bara svona öll fínustu tónlistarhúsin í Evrópu og þar eru bara allir með stjörnur í augunum yfir þessum dýrgrip sem við eigum hérna á okkar litla Íslandi og bara
tónlistafólk sem algjörlega heimsmælikvarða eru bara öll með það á sinni stefnusgrá að mæta hingað og halda tónleika í Hörpu því að þetta einstakt hús. Já, meina, Harpa breytir svo miklu fyrir að fá sko alþjóðlega listamenn til landsins vegna þess að hérna áður kostaði þetta endalaus símtöl og útskýringar og þetta, en þannig ertu bara með hús sem fullnægir þeirra skilurðu með þeirra óskar. Ekki hús með lausum sætum. Nei, skilurðu, það þarf ekki að, þú veist, að vera í löngum símtölum redda þessu og redda hinu, þetta bara allt í staðar. En þetta heldum við með áfram að byggja Hörpu í hruninu. Það var svolítið hraust ákvörðun. Já, skynsamlegt samt. Mjög skynsamlegt. Hugrökk. Já, það hefði verið grátlegt að skilja þetta eftir. Svo er þetta líka náttúrulega ráðstefnurnar og allt það, mikil umgjörð fyrir Arctic Circle og allar þessa starfsemi. Og nú er verið að vinna skýrslu hagræn áhrif Hörpu. Hann Ágúst Ólafur sem einmitt nýbúin að vinna skýrslu hagræn áhrif menningar og skapandi greina núna að vinna þessa skýrslu, þannig að það verður mjög spennandi að sjá bara einmitt, það er svo gott ofta að geta bara talað hlutin út frá tölum, þó við vitum að menning í sjálfu sér bara ótrúlega mikilvæg, en eins og skýrslan hans Ágústar sýndi þá er menning og skapandi greinar koma bara fast og eftir sjávarútvegi að fiskeldum meðtöldum þegar kemur að því sem þær skila til landsframleiðslunnar. Þannig þetta er bara alvöru atvinnugrein sem að þarf að passa áfram upp á. Við gerum það, Jón. Já, en ég eru bæði úr list stjórnarnefndinni beinni. Ég er gríðarlega stoltur að hafa átt í því að klára byggingu Hörpu. Reykjavíkurborg og ríkið tóku þá. Já, þú varst þá í borginni. Ég var í borginni og þetta var bara ofboðslega flókið, þetta var mikið hitamál, það var margt fólk mjög reitt yfir þessu öllu saman og fannst þetta að vera röng ákvörðun að ætti bara jafnvel að rífa þetta bara til grunni, að láta þetta standa sem einhvern minnismerki okkur til háðungar. Skilur, ég bara svar ekki svona. Heyrðu, en pólitíkin? Ólafur, hvaða mál Jafnvel að segja eitthvað sé ekki pólitík. Þegar við erum loksins búin að búa til vináttu hérna að borðið þá hendur hann í eitthvað pólitík. Hvaða málaflokk brennir þú með fyrir? Atvinnumálum? Já, þetta er ekki annað hægt, en þú veist, ég er lífsali og lyfjafræðingur, þannig að ég er mjög hrifinn á heilbrigðismálunum. En þegar þú býrð í Norðvestu kjördæmi þá eru mjög margir aðrir hluti sem þú þarft að hugsa og atvinnumál er eitt af þeim. Klárlega samgöngunar skipta greiðlega miklu máli og svo bara almennt ríkisfjármál sem að skipta okkur öll máli og er allt líkjandi og við höfum svo sem tekið samtali í þessari kosningabaráttu vexti og verðbólgu og hvað við getum mögulega gert pólitíkusanni til þess að breyta því ástandi sem uppi er og það hefur verið svona yfirleitt opnað á því í samtölunum út héruð. En svo erum við sér hvað brennur á hverju stað. Samgöngur skipta greiðlega miklu máli hjá okkur og orkumálin á Vesturlandi. Ef ég býði sæti í einni nefnd, hvaða nefnd myndur þú velja? Ég sem myndi velja atvinnuveganefnd eða heilbrigðisnefnd. En ég veit að þú getur ekki búið mér neitt, sko. Nei, við getum farið í þykjusinni. Já, við getum farið í þykjusinni, sko. En auðvitað, það var kannski mál sem að væri með næst. En maður tekur auðvitað því sem að hendi ber bara. Jón, er það menningamálinn hjá þér? Sko, þau mál sem að ég brenn fyrir og ástæða þess að ég fór út í þetta. Fólk kannski heldur að það sé svona að kannski menningamálinn aðalega en það eru og ég sagt það frá upphafi, það er velferðarmál barna sem að ég er komin til þess að vinna að og það er sem sagt mín mission hér í þessari atburðarás allri. Mér langar að vinna að því að hag barna og ungmenna og sérstaklega þeirra barna sem standa á höllum fæti í samfélaginu og einhverju hluta vegna og það sem að mér finnst gjarnan hafi lent svona utangarðs oft svona í ljósi ákveðina aðstæðna og ég vil sækja þessi börn og færa þau innangarðs og svona reyna að finna út úr hvernig við getum hjálpað þeim og það er bara það slær mig sko að hér á Íslandi skuli
ríki og meðan umboðsmaður barna hefur sagt það ríki neyðarástand í málefnum barna og ungmenna á Íslandi og mér finnst það algjörlega óásættanlegt og mér finnst þið bara öll þurfa og ég veit að þetta er ekki sko pólitískt ágreiningsmál einu sinni, þetta er bara eitthvað sem við viljum öll og hérna bara hvaða leiðir við höfum getur verið ágreining. Já og mér finnst mjög verðmætt fyrir sko stofnun eins og Alþingi að hafa innanborðs mann eins og mig sem að hóf mína skólagöngu og barna og unglingageðdeildin og Dalbraut og ég komin þar bara 3-4 ára gamall sko og síðan farið svona holótta leið skulum við segja í gegnum lífið en náða að koma niður á fótunum og bjarga mér og þannig að sko mér finnst ég líka bara að hafa mjög mikið svona að gefa inn í þetta það er að segja, þú veist, mér finnst við til dæmis með bara mjög góð kerfi á Íslandi. Ég verð bara að segja þetta, sko, heilbrigðiskerfið okkar og skólakerfið okkar og velferðarkerfið okkar. Mér finnst þetta að mestu leyti vera góð kerfi, en það má svona laga ýmislegt inn í og oft má bæta samskiptin og samlegðar áhrifin milli ólíkra eininga innan kerfisins og til dæmis og þar held ég að þessu nýju sko velferðarlög eigi eftir að bjarga miklu sko en það þarf að gera betur og mér finnst til dæmis bara það sem að náttúrulega kannski var áberandi hér í þessari kosningabaráttu ástandi til þess að Stuðlum þetta er ekki neitt á nokkurn hátt ásættanlegt og við höfum svolítið sofið á verðinum finnst mér gagnvart gagnvart fjölskyldunni svolítið og forvörnum og við erum sko svolítið svona hefum skarað fram úr bara í forvörnum og það er til sko íslenska forvarnamódelið sem ég finnst svolítið svona það er eiginlega bara svona verið að flagga því í útlöndum í dag og forvarnadeild lögreglunar vilja til dæmis efla og þannig að ég er að koma svolítið úr þeirri átt en auðvitað er hjarta mitt í listum og menningu og líka bara sjá sko liststarfsemi sem að vera að búa til hérna á Íslandi sem líka bara útflutningsafurð þetta er ákveðin útflutningsafurð eins og sjónvarp og kvikmyndir og bækur Peningaprenti vel bara hreinlega sko Já, þetta er það, en síðan náttúrulega Viðreisn er frekar svona myndi kallast hægri sinna flokkur í svona efnahagslegu tilliti og við viljum svona koma böndum á ríkisreksturinn hagræða í ríkisreksturinnum og ekki hækka skatta og þannig að og ná niður verðbólgu og vöxtum til þess að eins og ég veit sem náttúrulega gamall svona sjálfstætt starfandi listamár í Íslandi að það er ekki nóg að vera með góða hugmynd það er einhvern veginn að fjármagna Ég er ánægður með Jón núna, ég ætla bara að segja það þarf að nefnilega að tala upp íslenska heilbrigðiskerfið við erum ofljót að gagnrýna og það fer einhvern veginn allt í svona einhverja hamfara lýsingar Já, byrtingamyndirnar eru þannig sko. auðvitað þarf að laga og langi biðlista Akkurat, en auðvitað þarf að laga Já, mér finnst þetta líka bara eins og forseta, eins og við Hallamund talaðum sko, eins og forseta frambúð, mjög mikið verið að tala niður til þess Alþingi eins og tala niður þetta fólk sem vinnur þetta sé sko ekki starfi sínu vaxna og sé bara tómu fíblagangur þetta er bara ekki rétt við erum bara, þú veist, þetta er einn elsta stofnun í heimi sem við stöndum fyrir Þetta er elsta þjóðþing í heimi Já, þetta er elsta þjóðþing í heimi 1930 Já, og sko og við eigum að tala hlutina upp og reyna að gera þá betri og þetta með sko en þá veist, en líka horfast í augu við þú veist, eitthvað er ekki gott en það þarf ekki að þýða að það sé bara alls slæmt og við höfum bara að henda því Það var stáðan að tala um svona vanlíðan barna að ég fór út með hundin upp úr hátinn í dag ég gekk fram hjá grunnskóla og það var svona gerðing sem kom svona alltaf spís inn og þar inn í eitt svolítið hornið sat lítill strákur sat á hnjánum og horfði bara inn í meðan sko hinir voru í boltaleik og svona og ég svona pröfaði að stoppa og sagði hundin mín langar svo að hilsa þér og já
og ég höfði bara ekki glugga á skólanum síðan þetta enginn sko. Barn var fullt af vanlíðan sko. Það bara, og við sjáum tölur bara ár eftir ár að vanlíðan barna fer vaxandi og það á ekki að vera þannig. Við eigum svo gott land, við eigum svo margt stórkostlegt, við eigum svo frábæra menningu og við erum samhent samfélag og við getum bara gert betur en þetta sko. Og varandi þingi ekki bara sjálfum okkur verst í sambandið þingið. Ég meina við höfum séð þessa sýndarhatur sem fer fram í pontunni með reglulegum hætti þar sem að maður svona upplifar að það sé verið að gera óþarfa ágreiningur hluti sem að það sé reynilega bara verið að búa til skautun sko. Og þá verið þingmenni bara sjálfum sér vestir hvað það var. Ábyrgð þingmanna orðræðu þeirra eru þetta mikil fyrir samfélagi heild sinni. Það eru náttúrulega orkumálin. Meðal annars. Er það ekki helst? Jú, þú þekkir það náttúrulega betur en flestir aðeins þingmenn. Já, mér langar samt að sko aðeins að byrja sem þú endaðir, Jóna, því ég tek svo undir með þér varðandi forvarnir. Við erum að mynda 4 flokka stjórn. Nei, sko, að því vorum að tala um hrunið og að því varst að nefna forvarnir, að þá fannst mér svo áhugavert núna að læra það á undanfarnum vikum að eftir hrun var einmitt skorið niður í þessari í samfélagsluta lögreglunar. Hlutanum sem við munum öll eftir þegar löggan fór og heimsótti skóla og svona einhvern veginn varð vinur fólksins, var svona hluti af samfélaginu. Og það eru þeir að sjá að það hefur haft þau áhrif að ungmenni sko í dag hafa kannski ekki sama traust og líti ekki á lögguna sem svona hluta af samfélaginu áður. Og það var rosa áhugavert að líka að læra að sko það er svona þegar það að verða fleiri svona ofbeldisárásir eins og í tengslu við sem menn sjá á internetinu, jumping og annað, það sem að ungmenni ákveða að taka lögin í sínar hendur og því einhver hefur verið vondur við eitthvað að þau vildu meina að það væri hluti af því að ungt fólk var að taka lögin í sínar hendur að þetta forvarnastarf hefði ekki átt sér stað og þess vegna þessi fjárfesting sem að birtast núna í nýjum fjárlögum að auka samfélagsþjónustu og upplýsingagjöf og fræðslu lögreglu sé svo mikilvægt til einhvern veginn að vinda ofan af því að ef það kemur eitthvað upp að þá leitar til lögreglunar að því að það sá aðili sem að sko fólk elst upp við að treysta. Nefnum þetta svo ótrúlega gott dæmi hvað þetta varðar. En það eru auðvitað mörg mál sem að maður brennur fyrir. Ég hef talað mikið auðlindamálin heilt yfir. Ég brenn fyrir því að við séum að byggja upp orkuinnviði sem að nýtast sérstaklega samfélögum og forgangsraða þeim þannig. Forgangsraða að við séum að tengja Vestmannaeyjar sem að vantar betri tengingar til að geta rekið sitt atvinnulíf. Þannig að vera að setja í uppbyggingu orkuinnviðum þar sem að þörfin sérstaklega. Við höfum aðeins fjarlægst þetta á undanfarnum árum af því að það kannski, við erum komið nýtt kerfi eftir orkupakkana og það orðið meira áherslu á sko hagkvæmnina hvar hún best heldur en endilega að segja, heyrðu, því hér samfélag sem þarf bara betri innviði. Ég held við að hugsa þessa hluti svona sama. Svo þurfum við líka, og ég held að það verði eitt stærsta sko náttúruverndarmál næsta kjörtímabils, það að ná utanum uppbyggingu vindorku. Því að þó það sé nýr og góður orkugjafi að þá hefur verið, menna það að við séum með tugi vindorkuvera í uppbyggingu í skoðun, það eitthvað sem að sko við þurfum að ná utanum að vera að byggja fá verkefni á afmörkum stöðum sem eru hagkvæm í stærð og geta verið á ólíkum stöðum á landinu þannig að þau jafni hvort annað út. Þannig að þarna held ég að skipti máli að ná utanum þessu orðræðu og það skipti líka máli út frá náttúruvernd. Það svo misvindasamt. Vindorku og kannski bara logn í viku. Já. Og engin framleiðsla. Nei, þess vegna verður að byggja upp vindorkuver helst á ólíkum stöðum á landinu og þarna þarf að vanda vel því að þetta eru stór mannvirki og þá eftir að sko reyna líka meira á það að náttúrun okkar líka að vaxa í virði og við eigum ennþá fjölda vatnsaflskosta, jarðhitakosta, þannig að við getum verið dálítið klók hvernig við byggjum þessa hluti. En fara betur með orkuna heldur en við gert, þetta að segja það. Bæði þá og í nýtingunni að vera að horfa til fjölbreyttra kosta og vera að horfa á uppbyggingu í samhengi við samfélög. Og það þarf líka að horfa á ábati af nýtingu, það eru flestir af þessum vindorkuverkefnum eru einkaaðilar, að ábati skilir sér til
samfélagsins, það hefur ekki verið útfært í sjálfu sér löggjöf þegar þetta eru einkaaðilar. Þannig að það dæmi, ég hef líka nefnt jarðakaup erlendra aðila. Við þurfum að hugsa það að við erum að selja vatnsréttindi, jarðhitaréttindi, jarðefni og þegar við seljum jarðir og það þarf að ná utanum langtíma hugsun í þessum málaflokki sem að aðra þjóðir eru búnar að móta og útfæra með öðrum hætti heldur við og við megum ekki vera einföld eða naív ef við sletti hvað þessa lykil auðlinda málaflokka varðar. Þannig að þetta dæmi mál sem að ég mun tala fyrir, ég nefnt líka orkuöryggi almennings og það tengist mikilvægum þáttum eins og til dæmis landbúnaði og garðyrkju og ég vil heilt yfir og við erum nú í vöggu landbúnaðar að mörgu leyti og garðyrkju. Ég vil sjá sókn í þessum málaflokkum. Mér finnst svo mikilvægt þegar við erum að tala um lýðheilsu, þegar við erum að tala um nýsköpun, þegar við erum að tala um greinar sem að hafa virkilega vaxta grundvöll, að vera að horfa til dæmis á það að við séum að auka ræktun á íslensku grænmeti. Það er líka loftslagsmál, það er lýðheilsumál og það, við erum að, okkur er búið að fjölga mikið hér á landi undanfarin ár og við erum að fara að fjölga, okkur er að fara að fjölga enn meira og við þurfum alltaf að ákveða líka hvernig ætlum við að vaxa sem landbúnaðarsamfélag inn í þá fjölgun. Ætlum við að fæða þjóðina eða ætlum við að flytja bara alltaf meira og meira inn og hvað þýðir það fyrir langtíma hagsmuni, atvinnuþróun og bara nýsköpun í greinanum og ég vil sjá hugsun að við ætlum að vera með nýtt keresis í landbúnaði. Þá verðmætasköpun, þá hugsun. Þannig að ræða bara. Já, þannig að það er ýmislegt, ég geti talað um menntamál líka og annað, en þetta eru svona dæmi verkefni. Já, ég bara er alveg ótrúlega sammála þessum nautum mínum. Ég hef áhyggjur að til dæmis ásókn erlendur stórfyrirtækja í auðlindir okkar því að ég held að dæmin sýni það að til dæmis bara þegar að Ölfus seldi fyrir nokkrum árum síðan land fyrir vatnsverksmiðju á eitthvað 100 milljónir sem var svo komin í bókhaldið hjá fyrirtækinu í verðmat upp á 18 milljarða sýnir vel hvað við erum með í höndunum og áttum okkur ekki á því og þarna hef ég líka bara áhyggjur af sveitastjórnum víðum land sem að taka svona ákvarðanir fyrir hönd allra landsmanna þú veist og erlend stórfyrirtæki koma inn í samfélög með gríðarlegt magn af peningum. Ég bara sé þetta með einu augum núna í Ölfusi. Það eru bara allar hólur á gólfvellinu, mertar þessi fyrirtæki sem á allt undir íbúakosningu og risastórt plagg í íþróttahúsinu, flagg sem sýnir bara hvað áður en byrja starfsemi. Ég meina áður en að fara þeir í íbúakosningu hvort þeir mega að fara búin að fá leyfið. Já, þú veist, ég meina þetta er bara erfiðar freistingar sem að getur verið erfitt að standast fyrir bæði íbúa og sveitarstjórnir og þessi skipulagsmáli eru líka bara alveg rosalega þungoft, sérstaklega þegar uppgangur er mikill eins og í Ölfusi þegar fólk er ekki með þetta sem aðalstarf en þarf að setja sig gríðarlega vel inn í allt af því þetta eru mikilvægar ákvarðanir ekki bara fyrir fólki sem býr þarna núna heldur alla framtíð að ég hef ágjörð þessu og þessi rammi þarf að vera miklu skýrari svona á landsvísu þannig að ég tek alveg heilsugur undir með þessu og eins varðandi jarðakaupin og landbúnaðinn það þarf einhvern veginn að kortleggja það land sem við viljum haldi í sem ræktarland og þess aftar og garðyrkjubændarnir, þetta er bara staðan sem er að myndast þar varðandi raforkuverð er bara svört en og eins varðandi unga fólki okkar ég myndi segja að þetta væri líka eitt af mínu hjartasmálum, ég vinni með unga fólki og sjálf hef upplifað þetta sem aðstandandi bróður minn kom nú ekki niður báðum fótum því miður, þannig að ég hef séð hvernig það þegar unglingar bara missa fótana, hvert þetta getur farið og áhrif þess á fjölskyldur og svoleiðis, þannig að og þetta er bara því miður alveg vaxandi vandamál sem við erum bara að sjá birtast alveg svakalega vel og við verðum bara að hlaupa hratt og laga þetta. Þetta bara verður að gerast en ég hins vegar er aðeins ósammála varðandi heilbrigðiskerfið heild þó auðvitað starfsfólki þar er auðvitað á heimsmælikvarða og gera sitt besta en aðstæðnir sem við sem þjóðfélag erum að skapa eru ekki hins vegar á heimsmælikvarða og við höfum náttúrulega bara sem erum búin að vera að ferðast landið heyrt þetta frá fyrstu hendi frá starfsfólki, ég meina það er einn læknir eins og Höfn í Hornafirði sem þarf að standa vaktina stundu samfellt í 3 vikur. Það er engin annar og við erum að tala um það 200 kílómetrar sem að þessi læknir er að dekka sama sagan í Vestmannaeyjum og það gefast allir upp á svona ábyrgð hugsa ykkur bara lendi í ykkur slæmum aðstæðum og þú hefur engan til að deila ábyrgð með
þarna bara kerfið að bregðast heilbrigðisstarfsfólkinu og íbúum. Það bara við verðum að laga þetta. Og það sem að við höfum séð eins og á Suðurlandi, við skilst sko að heilbriðs fjármagn til heilsugæslu sé áætlað út frá íbúum sem búa á svæðinu, en eins og Suðurlandi það náttúrulega bara margfaldast íbúafjöldin. 80% farðamönnum sem komið til Ísland sem farum þess að... Þá tölum ekki bara sumarbústæðina alltaf. Sko, já, og bara fólki sem á ferðin á bílánum sínum og gistir í þeim, þú veist, þetta bara alveg ótrúlegt magna fólki sem þarf að sinna og að reiða sig á að fá þjónustu og vegakerfið okkar bara, þú veist, þar mesta slysagildra landsins. En þarfir utan náttúrulega menningamál, mín hjartans mál, þannig að ég ætla mér að vera ötull talsmaður fyrir þau. Líka. Mér er svo áhugavert sem að tala varðandi heilbrigðismálina því að þau eru svo mikil kjarni, ég heyr að við deilum áhuga þar, kjarni í bæjarfélögum á ólíkum stöðum, ef að þau eru ekki í lagi, ef að heilsugæsla er ekki í lagi eða læknisþjónusta, þá er bara erfitt fyrir barnafólk að taka ákvörðun að búa á ólíkum stöðum og mér er svo gott að horfa aftur í tíman að því að það var þannig að það var héraðsskylda fyrir lækna, það voru flottir læknabústaðir, sem sagt ákveðnir hvatar sem gerðu það verkum að læknar fóru út á land og ég held við þurfum að vera miklu skýrari með að skapa hvata, kannski ekki með skyldu en afsláttum að námslánum með öðru til þess að það sé ekki þessi staða eins og þú ert að lýsa á höfn. Skattáslát. En við eigum náttúrulega líka bara núna í fullu fangi með bara fá lækna til að koma aftur til Íslands. Það er náttúrulega bara, en ég er alveg sammála þessu með heilbrigðisþjónustuna út á landsbyggðinni og það er bara hlutur sem verður að reyna að bæta úr. En ég er bara að meina kerfið sjálft, það er að segja Landspítalinn okkar að mér finnst það ekki slæmt eins og oft er rætt, það er að segja, og ég hef þurft að nýta mér þjónustu Landspítalans og mér finnst auðvitað kannski bráðadeildin náttúrulega það er vandræða ástand neðar ástand þar en þegar að þú þarft á heilbrigðisþjónustunni að halda þá virkar hún. Það er bara og en auðvitað má bæta hana. Ég er ekki að segja, þú veist, ég er bara að segja eins og með skólakerfið og svona, þú veist, að það er svona margt en þá, Já, við komumst náttúrulega ekki einum að brota á þessu. Mér fannst svolítið athugavert varðandi orkumálin ég hef bara velt að vera með hvernig menn ætla að leysa úr þessu, af því að það er augljóst okkur vantar meiri orku. Og nú heyri ég að það er allavega að tala að við til dæmis ekki fá erlend eignarhald inn. Samt erum við búin að gefa í raun orkumarkaðin frjálsan hvað það varðar. Og hvað ætla menn þá að gera? Ekki standa við alþjóða samninga eða hvernig ætla menn að leysa úr því? Og varðandi vindin og vassaflið, þá lítur maður að spyrja sig. Nú hefur í rauninni hafa vassaflskostirnir verið það hefur hort síður til þeirra heldur en vindorkunar á grundvelli þess að það sé hægt, vindorkan sé fljótteknari. Og það er engir augljósir vassaflskostir í augsýn eða misti ég kannski af einhverju í umræðinni. Það eru ennþá bara meðal annars í Þjórsá vassaflskostir sem er hægt að nýta og það er rosa áhugavert að það eru yfir 1000 megavött sem eru í nýtingaráætlun. Ertu að meina þá annað en Hvammsvirkjun og... Já, það fyrir eftir hvernig lendir með Urriðafoss og svo framvegis. Það er ýmislegt sem er mögulegt. Líka í minni vassaflskostum með sjálfu sér. Nú heyri ég að segja að Jóngnar alveg að fara að sopna þetta. Það vantar orku. En málið er að ég held að sé margt sem að skipti máli það er hægt að nýta þá kosti sem er Alþingi þegar búið að samþykkja. Það er klálega hægt að fara í þá og gera það fyrir eitthvað rætt af því að Alþingi þarf ekki einu svona að koma að þeim ákvörðunum. Síðan held ég sé rosalega mikilvægt fyrir næsta þing að afgreiða einhvern áfanga af rammaáætlun en ég held að sé skynsamlegt að við horfum á það að byggja vindorku eins og við höfum gert almennt upp í ákveðnum skrefum og ef það á að vera erlend eða enga eignarhald að þá þarf að hanna það að það sé einhvers konar auðlindarenta sem að renni þá til nærsamfélags og ríkisins því að hinga til hefur orkukerfi okkar verið hannað þannig að við erum að taka ábandan í gegnum eignarhaldið. Þannig að þetta er bara dæmi úrlausnarefni sem er tiltölulega auðvelt að finna út úr en þarf samt að gera og við vitum að ef við förum af stað á þess
að hugsa um þessu umgerð, alveg eins og við horfum á sjókvíaldi til dæmis. Það svo erfitt að taka slaginn umhverfið eftir á. Það miklu betra að hafa leikreglunar líka fyrir fyrirtækin sjálf. Hvernig sér þið fyrir? Það varandi bara verðið. Ætlarðu þá að skilir það verð eða... Ertu að tala varandi... Til dæmis fyrir notkun, almenna notkun, ef það ekki hæstbjóðandi sem að færa orkuna. Hvað ætlar að segja þá við þennan aðila sem að setja upp kost? Þú mátt ekki selja hæsta verði. Ég verði eiginlega að nota þetta nefnilega svo áhugavert. Ef við horfum á þennan hluta, það sem ekki vatni, þetta hinn svo kallega almenni markaður. Hérna erum við að tala cirka 5% sem eru heimilin og síðan restin venjuleg fyrirtæki. Og það var auðvitað þannig til 2003, orkukerfið okkar hannað þannig að Landsvirkjun bara ábyrgð á þessu hluta af því að við erum eyja og það ekki þetta að kaupa orku hratt hérna. Og það sem við verið að tala að önnur ríki að gera að setja varnagla fyrir minni notendur og það sérstaklega mikilvægt þegar við erum að horfa á loka orkukerfi. Og núna þegar staðan í eftirspurnin svona mikil og við erum með lága lónstöðu að þá alltaf hætta að það engar varnir að þessi keypt inn á þessa köku og þá eðlilega hækkar verð. Þannig að það bæði þarf að setja varnir hérna á milli varandi að þér sé skylt að selja inn á þennan markað og svo hægt líka, vonandi dugar það, en það hægt líka í Evrópulöggjöf að setja ákveðið verðþak eða annað fyrir viðkoma notendur eins og til dæmis heimilin í landinu. Og ég held að þetta sé bara eitt stærsta lífkjaramál fyrir heimili og mjög mikilvægt að horfa á það. Herðu, jæja, við vorum búin að vera einn í klukkutíma. Er ekki spennt að vera að byrja að vinna? Jú. Já, fyrst þarf að mynda ríkisstjórn. Já, heldur betur. Það nú langt komið, en þetta ekki. Við varum ekki vandrar að vinna. Ég svaf 12 tíma í nótt. Vel gert. Og þannig að ég bara svona aðeins að byrja að ná mér, sko. Eftir þetta allt saman og en sko varðandi, mér langar bara að bæta við með orkumálin sko, Halla var að segja, ég var að sofna, ég er alls ekki að sofna þetta er bara gríðarlega mikilvægt mál og þetta er eitthvað sem við þurfum að sko fjármagna og komast ekki um orkuskipti, við þurfum að fullnægja orkuþörf í framtíðinni, við erum ekki að fullnægja orkuþörf á landinu með sko fullnægjandi og kostur þess að vera með marga ólíkar aðferðir vind og vatnsafl náttúrulega svolítið svona finnst mér mjög skynsamleg leið vegna þess að við erum ekki með öll eggin í sömu körfunni og ef það rignir ekki og látt í lónunum að þá kannski blæs þá er rók og getur ekki orku þar skilur að vinni hvert með öðru sko og svo finnst mér líka bara mér finnst við ættum að fara að ræða kosti þess, kannski ekki núna en í framtíðinni að skoða kjarnorku. Þetta eru stór orðin löggi. Ég ætla að færa okkur yfir í sólarorkuna. Já, hvernig er sjávarors? Vinur okkur í Færeyjum að gera mjög áhugaverða hluti með túrbínum og það er rosalega lítil umhverfisáhrif og samar auðvitað við ákveðna möguleika með vindorku hafi sem líka þetta nýta, birtuorka sem að sko bændur munu koma til með að nýta líka og geta selt inn á kerfið og verið auka tekjulund fyrir þá. Þannig að það framtíðin í orkumálum gríðarlega spennandi en við sko verðum að vanda okkur þar eins og annars þar. Finnar að fjölga sínum kjarnorkuverum. Þið eru líka spennandi. Þetta búið að vera mjög gaman. Og ég ósku bara góð skengis í nýju starfi. Ólafur Adolfsson, Jón Gnarr, Hallar Hrund og Ása Berglind. Takk. Gaman að koma. Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það voru kosningar á laugardaginn og taliðu úr kjörkossunum fram á hádegi í gær og úrslitin líka fyrir og hingað komin Ögmundur Jónasson. Hvernig leist þér á úrslitin? Mér finnst afleitt að 10. hluti þjóðarinnar
skuli ekki eiga fulltrúa sinna sjónarmiða inn á Alþingi. Þá ég að horfa á vinstri atkvæðin sem að eru 1/10 hlutin af þeim af greiddum atkvæðum. Þau eiga ekki málsvar inn á þingi. Þau eiga hins vegar stóran hóp utan þingsins og þaðan þarf aðhaldið að koma á komandi árum gagnvart þeirri ríkisstjórn sem nú í burðarliðnum. Já, og þá ert að tala kjósendur. Ég að tala kjósendur Pírata? Ég að tala kjósendur sósíalista sem eru stærstir af þessum flokkum sem þú nefnir þarna. Og ég að tala VFD og ég að tala Pírata sem reyndar hafa ekkert skilgreint sig endilega til vinstri en voru upphaflega róttækt afl sem að vildi opna á samfélagið og gera það gagnsærra og það var ágætt framlag af þeirra hálfu á þeim tíma. Og svo voru náttúrulega þarna einhverjir fleiri flokkar líka sem að myndi nú ekki vilja láta kenna sig við vinstri-stefnu en á uppistöðu til þá voru það þessi atkvæði. Já, þetta eru 19.800 atkvæði. Það nokkuð góður fjöldafundur. Já. Það þessi flokkar fara allir undir 5% og það svo sem stemdi í það síðustu vikuna að það geti gerst og svo virðist vera að atkvæði hafi farið frá þessum flokkum og það má sjá það meðal annars að Samfylkingin fær meira fylgi í kosningunum og Flokkur fólksins heldur en kannanir sögðu til og líka svona leiðréttar kannanir þar sem það var verið að horfa á að undanförnum kosningum hefði Flokkur fólksins fengið meira en kannanir sögðu og Samfylkingin minna að þá má sjá að kannski ef við værum ekki með þennan þröskuldin á þing þá hefðu kannski fleiri kjósendur kosið sósíalista Pírata eða VFG en það má reikna með að liggur við að svona 10.000 atkvæði í viðbót að við farið frá þessum flokkum á síðustu metrunum. En svo athyglisvert að skoða þessi fylgismál svona með svona lengri tíma líka að svona hægri menn, hægri flokkarnir þeir eru eiginlega búin að ná sér eftir hrunið ef hort til Sjálfstæðisflokksins í kosningunum 2007 þá hann með 36,6% atkvæða og ef þú horfir núna til Sjálfstæðisflokksins núna í nýafstöðnum kosningum þá það 19,4% Viðreisn sem klofningur að uppistöðu til klofningur úr Sjálfstæðisflokknum hægri armur Sjálfstæðisflokksins SP-armurinn hann fekk 15,8% og samanlagt gerir þetta 35,2%. Það segja svona ívið minna fylgi en Sjálfstæðisflokkurinn hafði 2007. Nú, náttúrulega ekki þetta alhæfa svona fylgi Viðreisnar eða Sjálfstæðisflokksins, þetta alltaf einhverju hreyfingu fylgi þeirra sem annara. Ég sá það í einni af svona könnunum að fylgi sem hafði áður verið á VFG hafði dreifst eiginlega út allt og eiginlega með stærri farvegunum lágu við til Viðreisnar. Frá VFG? Já, það nefnilega það. Já. Ég held að hefði nú þurft að minna kjósendur svolítið á uppruna þess flokks. Ég var nú að reyna að gera það eins á heimasíðunum minni að birta myndir af þeim sigur reifum félagunum eftir kosningar, eftir landsfund Sjálfstæðisflokksins 2009, Bjarna Benediktsinni og Þorgerði Katrínu, formanni og varaformanni Sjálfstæðisflokksins á þeim tíma. Þetta er nú veruleikin. En vinstrið svona hefur átt mjög erfitt og átti erfitt í þessum kosningum. Menn tala núna hinn stórkostlega sigur Samfylkingarinnar. En ef litið líka til langs tíma þar að þá Samfylkingin á miklu meira flugi og hærra háflegari í byrjun aldarinnar. 1999 hún með 26,8%, 2003 31%,
2007, þessum kosningum sem sjálfstæðisflokkurinn sem ég var að vitna í, þá vorum við 26,8%, 2009 29,8% og fær núna hins vegar 20,8%. Hún ekki búin að ná því flugi sem hún var á þessum tíma. Nú VG náttúrulega átti sína góðu daga líka, 2009, voru þá með yfir 21%, 21,68%, dalar síðan og endar síðan í þessari hörmulegu 2,3%. Og það nokkuð sem að ég held að hafi verið fyrirsjáanlegt í alllangan tíma vegna þess að það má segja eiginlega á undan gegnum 10 árum að þá hefur Vinstrihreyfingin grænt framboð verið að fjarlægast sinn uppruna og svo gerist það núna með afgerandi hætti að kjósendur hafa svarað með þessum hætti. Það kom mér á óvart hve mikið þetta högg var vegna þess að einhverju leyti hefur VG skipt kjósendahóp að einhverju leyti eins og kannski ýmsir aðrir flokkar. En þetta uppgjör að ég hygg eftir mjög langan tíma. Þetta var fyrirsjáanlegt og búið að vera fyrirsjáanlegt í allangt skeið í þessu samstarfi við sjálfstæðisflokkin en einnig vegna þess að Vinstrihreyfingin grænt framboð hefur sjálf horfið frá sínum hugsjónamörkum ef við horfum til dæmis til utanríkismálana þessi mikli stuðningur við NATO og svona tekið þátt í því að berja stríðsbumburnar suður og austur í Úkraínu að hvetja þar til stríðsátaka þar til sigur vinnist og reyna að koma Úkraínu inn í NATO og öllum ríkjum inn í NATO. Þetta svo mikið fráhvarf frá því sem upphaflega var lagt upp með vegna þess að þetta var einn af megin þáttunum þegar að VG stofnað að við gátum ekki hugsað okkur mörg hver að vera í samkrulli með Samfylkingu sem var einarður NATO-flokkur. Þetta eitt og síðan getur við tekið svo mörg önnur mál, raforkumálin, ESB-málin, sjókvíareldið, engavæðing og svo framvegis. Þarna hafa orðið skil á milli þess sem upphaflega var lagt upp með og þess sem veruleikin hefur verið á undanförnum árum. Þannig að flokkurinn hefur bara, forystuflokksins hefur bara fjarlægst sína kjósendur. Já, gert það. Það uppistöðu til náttúrulega skýringin á þessu og þessu hafa forsvarsmenn VG í raun svarað sjálfir á sama veg vegna þess að Svandís Svavarsdóttir og Guðmundur varaformaður hafa bæði sagt að það sé nauðsynlegt að nálgast uppruna sinn að nýju en það var bara seint. Það var bara seint. Hérna því að fórst þarna í kosningarna 2007 þá var samanlagt fylgi hins svokallaða fjórflokks 90% og ég dundaði mér á því að rekna það ef að flokkarnir hefðu fengið sama fylgi núna og þau fengu þá var Sjálfstæðisflokkur með 36,6 og mælist núna 19,4 en þá hefði hann mist tæplega 37.000 kjósendur. Framsóknarflokkurinn var lítill þarna þannig að hann hefði mist frá sér rúmlega 8.000. Samfylkingin tæplega 13.000 en VG tæplega 26.000. Þannig að svona hægri hlutinn, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn 2007 var mjög hægri sinnaður flokkur. Svona Framsóknarflokkur Halldórs Ásgrímssonar var hægri sinnaðasta Framsókn þangað til kannski á síðari árum. En þá hefur þau tapað 45.000 atkvæðum frá sér en vinstri hlutinn tæplega rúmlega 38.000. Og mest tapið og nú eru samanlagt fylgi fjórflokksins orðið 50%. Ég veit ekki hvort að fólk hafi gaman að þessu en þetta allavega það sem eitt af því sem að gerist í þessum kosningum að svona gamla flokkakerfið fallið að einhver leyti hægrið klofið þannig að Sjálfstæðisflokkurinn ekki þessi miðja þeim megin sem að var áður og svo náttúrulega dettur VG
arfleið gamla Alþýðubandalagsins og gamla Sósíalistaflokksins af þingi og er þar alveg ekki, þá er ekki neitt fjórflokkur á þingi. Þannig þetta eru mikla breytingar. Þetta eru mikla breytingar. En það sem að mér langar til að spyrja, sko, að því að maður myndi ætla að hrunið hafi verið áfall fyrir hægrið. Af hverju var hrunið áfall fyrir vinstrið? Eða hina hefðbundu vinstriflokka? Sko, það sem að við sitjum uppi með núna er að mínum dómi óþægilega hægri sinnað Alþingi og að það vantar aðhaldsraddir frá vinstri þar innandyra og þetta finnst mér vera svona dapurleg niðurstaða að þessu leyti. Ástæðan fyrir þessu held ég að sé svo að kapítalismin, fjármagnið, hefur náð heljartökum á þjóðfélaginu öllu. Það voru allstaðar tróðið sér inn í stofnanir, inn í fyrirtæki, inn í allt, bara mannlífið og inn í pólitíkina líka. Stefnumörkun í heilbrigðismálum og skólamálum. Og þegar að flokkur eins og VG hættir að standa þessa vakt og hættir að tala upphátt fyrir hönd þeirra sem að vilja setja kapitalismannum og fjármagninu skorður þegar það hættir og þegar þetta gerist í langan tíma að þá sofnar eitthvað í þjóðfélaginu þá fær þjóðfélagið og unga fólkið sérstaklega ekki þessu örvun sem áður var. Þessi örvun, hún er hins vegar að vissu leyti að kvikna og verða til að nýju og meðal annars fyrir tilstilli þessarar sjónvarpsstöðvar hér, samstöðvarinnar. Ég hef sagt áður að ég bind einna mestar vonir við það sem er að gerast hér. Að hér er verið að kveikja umræðu sem að ég er alveg sannfærður að á eftir að bera ávöxt þótt síðar verði. Og það sem að vekur bjartsýni með mér, þrátt fyrir þessa dapurlegu niðurstöðu, það er þetta að þótt þjóðin kjósi á þann hátt sem hún gerir, að ef þú spyrð hana hins vegar beint út tiltekin málefni sem eru miklu nær þeim sem að núna komist ekki á þing. Ef þú spyrð til dæmis þjóðina kvótan, hvar á kvótin heima? Og meiri hluti þjóðurinnar segir hann á heima, kvótan heim. Ef þú spyr þjóðina heilbrigðiskerfið, hvernig á að fjármagna heilbrigðiskerfið á Íslandi? Á að einkavæða það? Nei. Yfirgnæfandi meiri hluti segir nei. Og við getum haldið áfram á að senda vopn til Úkraínu. Yfirgnæfandi meiri hluti segir nei. Hvort á Ísland að leggja meiri áherslu á hernaðarsamvinnu eða samvinnu frið? Að koma að styðja við friðsamlega lausnir. Friðsamlega lausnir segir yfirgnæfandi meiri hluti þjóðarinnar. Þannig að ef þjóðin er spurð beint, þá er hún róttæk. Og verkefnið framundan er náttúrulega að virkja þessa róttækni, finna þessa þræði alla og vefa þá saman í einn sterkan þráð. Og þetta er umræða sem að þarf að fara í gangan í. Hún var við líði á 10. áratugnum. Ég er búin að sjá það núna í skrifum á vefmiðlum að menn segja að þarna sjáu þið VG að það var til íls. Nú eru þau VG sem betur fer úr sögunni og svo framvegis. VG var ekki til íls. VG var róttækt afl og hafði góð og jákvæð áhrif á íslenskt stjórnmálalíf. Og ef við hverfum aftur til fram að hruni. Já. Síðan hafði eftir hruni VG bara verið í ríkisstjórn. Já, var í ríkisstjórn og reyndar var það nú þannig að það var skárra að hafa VG og Samfylkinguna við völd eftir hrunið heldur en sjálft þjófræðið. Það hefur verið enn verra. Þannig að það er ekki nokkur vafi á því. En fyrir hrun þá rétti VG hinn pólitíska kúrs í landinu sem stemdi langt út á hægri bjargbrúnir. Og ef við rifjum upp þessa stöðu eins og hún var á 10. áratugnum og hvers vegna VG var til, hvers vegna Samfylkingin var til, jú, það voru miklar hræringar þá í stjórnmálunum.
Við vorum mörg svona í byrjun 10. áratugurins á því að það ætti að reyna samin alla helst undir sama þætti. En svo gerist ýmislegt, ekki bara hér heldur út í heimi, að sósíaldemókratísku flokkarnir, þeir fara að færast allir lengra og lengra til hægri. Og markaðshugsunin í þeirra stefnuskrám verður ríkari en jafnaðarhugsunin sem verður eins konar auka afurð nánast. Og þetta fyrir að ágerast. Þegar líður áratuginn þá fáum við Tony Blair til valda í Bretlandi 1997, vinnur hann stór sigur og hvað fer hann að gera? Hann fer að engavæða í heilbrigðiskerfinu og engavæða út um alla trissur, járnbrautarlestir og ég veit ekki hvað og hvað. Við fengum R-listan í Reykjavík 1994 og menn fögnuðu því þangað til að hann fór líka inn á sömu brautir, nákvæmlega sömu brautir. Og þá sögðum við mörg, þegar við sáum þessa þróun, þetta ekki nógu gott. Við þurfum að finna annað skipulagsform sem að spornar gegn þessari þróun. Og þá hugsuðum við mörg, við skulum starfa saman, þeir sem að vilja kenna sig við félagshyggju, þeir eiga að starfa saman, en lausbeislaðir, ekki múlbundnir, ekki bundnir saman og við skulum ekki hleypa íhaldinu af, ekki þeim röddum, við skulum starfa saman, en svona frjálsir ferða okkar. Og þá getum við í kosningum styrkt tilteknar áherslur, en saman förum við svo. Hvað gerir svo? Í byrjun áratugurins þá fer Alþýðuflokkurinn með Sjálfstæðisflokknum og við fáum R-listan og leiðir byrjað að huga að samin alla vinstri menn undir einu þætti. Og það á þessum punkti sem að við mörg hver segjum, nei, heyrðu, við skulum starfa saman en við skulum bara stofna líka flokk sem að stendur á hinnum sósíalísku gildum og andvíg hernaði og hernaðabandalögum, andvíg því að ganga inn í klúbb kapitalismans í Evrópu, stundum vörðum jöfnuð og náttúru og kvenfrelsi og svo framvegis. Þetta vildum við gera og við gerðum það. Og við réttum hinn pólitíska kurs verulega af. Ég er ekki nokkrum einasta vafinn það. Við stofnuðum þarna mörg hver stefnu, félag vinstrimanna, hún sá félagskap verið til 1996 þegar þetta er allt í gerjun. 1998 þegar samfylkingin er síðan að renna saman á þingi, stofnaði þingflokk og jafnaðamanna, þá förum við með blaðmannafund, fréttamannaflund, stefnufólk tilbúin með stefnuskrá, ætluðum aldrei að bjóða fram nema í nauðirnar ræki. Og þetta er eiginlega undanfarið þess að VG verður til. Ekki bara vegna þessa, heldur koma menn úr alþýðubandalegi, kvennalista og verkalýðshreyfingu og víðar að þannig gerist þetta. Og síðan vildum við sem sagt á þessum framan af leita alltaf samstarf við félagslega sinna fólk. Hvað gerir svo 2007? Samfylkingin fer með íhaldinu, fer með Sjálfstæðisflokknum í stjórn 2007, hinnar svo kalluðu hrunstjórn og þannig að það er nú allur gangur á þessu sem hefur verið á þessu samstarfi. En það sem ég er að vekja athygli á er að það er holdt samfylkingarmönnum að hugsa svo lítið til þessarar fortíðar sinnar líka og að ég stend fastar en fótunum á því að VG var mjög jákvætt afl í íslenskum stjórnmálum lengi vel framan af. En svo er það hitt Gunnar Smári. Það er aðeins varðandi að þú ert að tala um VG og sagðir að VG var í fortíð. Telur að tímar VG séu búnir núna? Í því formi sem að VG er, já. Þá held ég að það sé nú. Og ég held... Þeir eiga nú einhverja svona sveitastjórnarmenn
hér og þar? Já. Ég eflaust og það eru eflaust einhverjir sem að vilja svona viðhalda flokknum og stofnunum hans og svo framvegis og ég ætla ekki að svona bregða fæti. Þú telur að þessi tæft að VG geti endið þingframboðs? Ég er bara að segja þetta. Hugsum núna, nú skulum við skulum aðeins staldra við og við skulum huga því að 20.000 manns fengu ekki fulltrúa inn á þingi. Við skulum huga því að við erum með meiri hluta þjóðarinnar í öllum brýnustu áherslu málum okkar. Öllum brýnustu. Já, þá var það að skjóta einun, af því að ef þú skoðar hérna kosningarannsóknirnar, ég veit ekki hvort þau legið svo yfir þeim, en það eru til áhugaverð gröf sem að ég mynd sína svona hvar kjósendur eru. Og þeir eru mörguleiti eins og þú ert að lýsa. Kjósendur eru mikið andstæðir stjórnarstefnunni sem hér hefur verið rekin. En það þannig að við segjum að sé eitthvað svona vinstra fólk til, að þá eru þeir að kjósa sósíalista og einhver leiti pírata, þó að megi segja kannski að forysta pírata hafi alltaf verið með meiri hægri áherslur heldur en megi merkja í kjósendur þeirra. Kjósendur þeirra eru meira og minna bara venjulegt vinstra fólk. VG hefur sótt þangað. Einhverjir af vinstra fólkinu kýs Samfylkinguna, þótt að Samfylkingin nái miklu meira inn á miðjuna. Eitthvað af þessu fólki er að kjósa Flokk fólksins. Eins og ég nefndi áðan að þá var fólk að flytja sig frá VG yfir á Viðreisn. Við kannski trúa því að Viðreisn væri með vinstri velferð og hægri, ég man ekki hvernig þeir orðuðu þetta, að þeir gætu verið eiginlega hvoru tveggja. Þannig að þessi hjörð sem að þú ert að vísa til og þegar þú segir við, að þá er hún dreifð út allt og vinstri mönnum hefur mistekist að búa til eitthvað svona sameiginlegan farveg til þess að stilla saman afl sitt og kjósendurnir eru margir hverjir núna tiltölulega áhrifalausir inn í flokkum sem eru með mjög svona afgerandi hægri afstöðu í mörgum málum. Já, enga síður hafa vinstri menn haft meiri áhrif en þeir kannski gera sér alltaf grein fyrir. Hvert væri heilbrigðiskerfið komið ef það hefði ekki verið fyrir þrotlausa baráttu innan úr verkalýðshreyfingu frá sósíalistum, frá vinstra sinnuðu félagshyggju fólki. Ef þessi baráttu hefði ekki verið til staðar, þá vorum við komin á allt annan stað. En eitt vil ég segja VG. Sko þegar ég segi VG er búið. Í núverandi formi, já. Ég held hins vegar núna eigum við ekki að hugsa í stofnunum. Ekki að hugsa í stofnunum og einstaklingum og fólki. Við erum að hugsa í hugmyndum. Við erum að hugsa í okkar stefnumarkmiðum. Hvernig getum við greitt götu þeirra óháð þessum hvað við gerum skipulagslega í stofnunum. Við höfum svolítið góðan tíma. Við höfum allavega fram á næsta vor, sko. Hún springur nú alla ríkisstjórnin sem að verður sett á laggirna núna fyrir þá og kannski lifur hún langan dag en við höfum svona mikla vegferð fyrir höndum og við höfum ekki að hugsa í stofnunum, við höfum að hugsa í hugmyndum og baráttu markmiðum. Í öðru lagi þá er þetta alveg rétt sem þú ert að segja, held ég. Þú ert að vísa í kannanir og þitt mat á því hvar svona fylgið liggur, hvert fólk hafi farið og framvís. Ég held að það sé alveg rétt. Og það auðvitað mjög varasamt þegar maður að gera eins og ég kannski lagði upp með að svona kategorisera mjög grimmilega flokka og hvar menn eru. Þannig til dæmis, ef við tökum Flokk fólksins, ég meina þar voru einstaklingar sem voru mjög harðir í orkupakkamálinu. Eyjólfur Ármannsson til dæmis, mjög góður málsvari í því máli svo dæmi sér tekið og það mætti taka fleiri slík dæmi og ég held nú að margir einmitt félagslega þenkjandi menn og bara almenningur hafi hlustað sérstaklega á eitt slagorð sem kom fram í þessari kosningabaráttu sem ég held að veri kannski best hefnaða slagorð þessara kosninga. Það var einmitt frá Flokki fólksins og hvað sagði það? Það sagði það er komið að þér. Nú er komið að þér. Að fólki finnst sko aldrei hafa verið komið að sér. Menn er að tala í einhverjum tilteknum málaflokkum utan við hið daglega amstur og hérna daglegu venjulegs fólks sem að á erfiðleikum með að láta endan á saman, getur ekki aflað sér húsnæðis, getur ekki
séð börnunum sínu fyrir því sem það gætna vilja sjá þeim fyrir og svo framvegis, og þegar sagt nú komið að þér og hamrað þessu, að þá snertir þetta einhvern streng, og kannski það þennan streng sem það einhvern veginn að finna og endurvekja, að vegna þess að þetta það sem sósíalistar að berjast fyrir í grunninn. Það getur sagt að þetta það sem ætti að vera að berjast fyrir, að vinstri hreyfingin í okkar heimsluta, hún færðist svolítið frá þessu svona grundvallarbaráttu málum, og það má merkja það að ég meina sósíalistaflokkur var að sumriti stofnaður í kringum þetta, að við ættum að fókusera á það sem að almenningur og launafólk vill. Betra örgar húsnæði, hærri laun, betri afkomu, meira örgi, að rödd heyrist og allt það. Þetta má líka heyra í því sem að Kristrún segir, að hún líka fara að leita einhverjum rótum sósíaldemokratíunar og vill ekki áherslu á húsnæðismál, heilbrigðismál og samgöngumál, svona í upphafi baráttunnar. Þannig að þetta má heyra mjög víða og þetta eitthvað svona ansvar við tímabil stjórnmálana sem við erum að koma út, sem hefur stundum verið kallað sjálfsmyndar stjórnmál og annað slíkt. Já, ég auðvitað það, ég tek alveg undir þetta og ég tek undir það og fagna því ef samfylkingin vill leita þessara róta sem eru raunverulegar. Þetta náttúrulega hluti af henni sósíaldemokratísku arfleið, það sem hins vegar gerðist með sósíaldemokratísku flokkana á 10. áratug undir lok síðustu aldar og það sem afir þessari, að þeir færðust allir til hægri. Þannig að þessi jafnaðar hugsjóna, hún varð eins og ég sagði svona auka stærð, auka afurð í sókninin á markað sem að þau fóru að leggja svona höfuð áherslu á. Það sem mér fannst gott þegar sósíalistaflokkunum var stofnaður, það var nafnið. Vegna þess að það var djarft og það var rétt, það var satt. Menn voru orðnir feimnir við að tala sósíalisma. Það mátti ekki tala sósíalisma. Menn máttu hægri og vinstri, svona hljómaði heldur betur. Það mátti ekki tala auðvald lengi vel. Nú þetta, já, en veruleikin sá. Veruleikin þessi, að það eru tvö öfl sem eigast við. Það kapitalismin, það fjármagnið, og það almenningur, það sósíalismi, það þjóðfélagið. Sósíalismi vísar til samfélagsins sem að reyna að setja kapitalisminum og auðvaldinu skorður. Og mönnum líður oft betur að tala hægri og vinstri. Það eru líka raunveruleg hugtök sem að endur spegla þennan veruleika. Og svo það ekki búið til enn mildar útgáfa sem þá félagshyggja og markaðshyggja. Jú. Og sérstaklega með þeirra sem að telja að þetta geti lifað eða saman eða stýrt saman landinu. En ekki í átökum, heldur í eitthvað svona bræðralagi. Já, en þarna náttúrulega þetta það sem að tekist á og ef að tekst ekki að halda þeim sem nú hafa verið kosnir til áhrifa í landinu, ef að tekst ekki að halda þeim svolítið á tánum, gagnvart þjóngum við fjármagnið, þá bara missum samfélagið frá okkur. Þetta að gerast í allt of ríkum mæli, bara nánast hvar sem litið horfið til auðlindana, horfið til vassins til dæmis, bara vatnið okkar, horfið til raforkunar, horfum til, við þekkjum hvað hefur gerst með sjávar auðlindina, jarðnæði, þetta að fara í hendur á erlendum fjárfestum. Ég hlustaði á formann Samfylkingarnar að segja daginn að þetta, núna nýlega í aðdraganda kosninga, að þetta auka raforkuframleiðslu 25%, fjórðung. Og hvers vegna? Jú, með því móti þá sköpuðum við mjög góða vöru sem héti raforka og þessi vara væri góð til útflutnings. Og hvernig? Jú, við getum fluttan á með sæstring, en við getum líka seltan úr landi með vinnslu fyrir erlend fyrirtæki hér á landi og þetta náttúrulega að gerast. Gagnaverin, hér voru Japanir sem að vilja fara að rækta jarðaber og brugga vín og svo framvegis.
þarf svo umræð ekki að fara fram miklu fyrr sko, til hvers við erum að þessu ef að við erum að fórna náttúruauðlindum í þessa veru. Það sem ég er að segja, kem aftur að þessu, kapitalið, fjármagnið allstaðar að seilast inn, allstaðar og öllum, bara núna daginn þá leifstöð sett í hendur á þýsku fyrirtæki. Vissum með það, ég er ekkit vissum það að margir hafi vitað það, þetta bara hvar sem þú lítur og þess vegna svo mikil þörf á sterku aðhaldi gagnvart þeim sem að eru núna að fá völdin í hendur að vera ekki framhald af því sem að við höfum þurft að upplifa núna eða þurft að lifa með síðustu ár. Það aðhald ekki inn á ný kosnu þingi? Nei. Ég ótt ekki nægilega ríkum mæli, það vísaði þarna í baráttumann í raforkunni og þeir eru náttúrulega einhvers staðar í þessu, það var nú reyndar miðflokksmenn sem stóðu sér ágætlega í raforkumálunum líka. Ólafur Ísleifsson, hann komst nú ekki á þing held ég núna, hann var mjög öflugur í þeirri umræðu. Auðvitað eru einstaklingar ágætur og auðvitað ítreka ég það að ég fagna því að samfylkingin sé að leita þessar róta sem að þú horfið til og við þurfum þá að hjálpa henni til að gera það. En ef að samfylkingin á að komast til ríkisstjórn þá verður hún að gera það með Viðreisn. Viðreisn ætlaði að fjármagna þessa vinstri velferð sína með stórkostlegri sölu eigna á ríkisjörðum og fasteignum ríkisins og fleira. Þannig að já, sko, ég held að við eigum eitt svar við þessu og það svar þurfum við bara að sameinast það að krefjast beinnar kosningar, beins lýðræðis í þessum stóru álitamálum, átakamálum. Við höfum að fá beinar kosningar hvert menn vilji stefna með heilbrigðiskerfið, með sjávarauðlindina, vatnið, aðrar auðlindir, bara beina kosningar og þá óttast því ekki neitt. Þegar þjóðin talar, þegar þjóðin tekur afstöðu í þessum stóru hitamálum, þá heldur hún með sjálfri sér. Hún gerir það. Hún heldur ekki með einhverjum auðkýmingum sem að hafa þessar auðlindir af henni. Hún gerir það ekki. Það svarið. En við sáum það til dæmis í lagaræðisfrumvarpinu að þá var lagt til að sem eru fyrst og fremst norskir auðkýfingar en líka íslenskir fengju firðinn okkar. Já. Hvað heldur þú að... Það mikil þrýstingur á að hefja hér miklar engavirkjanir, bæði í vind og líka vatnsaflsvirkjanir. Já, tala nú ekki vindin, já. Hvernig heldur að færi... Það umræðan í samfélaginu þannig að það verið að flytja raforkukerfið sem að Íslendingum auðnaðist að byggja upp á félagslegum grunni, að flytja það og markaðsvæða það. Það er mikil umræðum það að auka markaðsvæðingu og engavæðingu inn í heilbrigðiskerfinu. Það er Framsóknarflokkurinn stóð að engavæðingu vegakerfisins, að allar stórframkvæmdir eiga að vera í höndunum á einkaaðilum sem að bæði fjármagnaða og eiga þar og rukka inn fyrir þar. Þannig að við erum á mikilli ferð til auðræðis. Já. Nú þurfum við að færa pendúlun tilbaka og hvernig gerum við það? Ég held að þessi áhersla á beinar kosningar, hún geti hjálpað lýðræðinu, hún geti hjálpað hinnu sósíalíska í þjóðfélaginu vegna þess að þjóðin heldur með sjálfur sér þegar til kastana kemur, hún gerir það. En til þess að það sé að byggja upp, maður bara horfir svona yfir tíman, hvernig tókst að byggja upp sterkar rödd almennings og þá var það gert náttúrulega með fjölmiðlun eins og verður svona að gera hér og það var gert með virkri þáttöku almennings í alls konar baráttu samtökum til að berjast fyrir hagsmunum almennings. Þegar þú horfir svona yfir sviðið og ert þarna með tvo flokkar sem verða þetta þingi, VFG og Pírata sem eru líklega í einhverju endurskoðun og verða það fram yfir jól, svona hvert þau að halda. Hvernig sérðu að svona almannahreyfing geti byggst upp? Þau reyndar bent stundum á það að það er í gangi hæg en örugg svona endurvakning inn í verkalýðshreyfingunni og svona félagsleg uppbygging inn í Eflingu sem er mjög atvinnuverð og áhugaverð þar sem er miklu meiri virkni almennra félaga heldur en nokkuð tíma verið. Ég held að þurfum að fara bara
aftur í þinn gullaldartíma í verkefnisbarnu til að finna eftir ríka þáttöku. Já, og þetta víðar sem að þetta er ekki vaffer að vakna til lífsins. Ég held að vaffer haldi ég aldrei félagsfundi, þannig að það hefur ekki verið svo sama innri uppbygging og hefur átt sér staðinn í Eflingu. Nei, ég er svona ýmislegt sem maður heyrir, sko að vaffer hefur verið að halda fundi að bjóða hingað flytjinn þekkingu erlendis frá, fá vetjandi og róttaka aðilega til að koma og kveikja svolítið í okkur. Þetta er það sem BSB gerði á sínum tíma, fluttum inn fjöldan allan af einstaklingum sem að mentuð okkur og örfið okkur til dáða, og þetta þyrfti að gera sem víðast. Það er ekki langt síðan BSB, Alþýðusambandið og Öryrkjabandalagið stóðu saman að því að bjóða hingað sænskum sérfræðingum, Jöran Dahlgren og Lísu Pelling, til að fjalla reynsluna af einkavæðingu Svía og heilbrigðiskerfinu. Þetta er allt mjög gott, þetta er mjög gott og róttækt og þetta er mjög gott og uppbyggilegt og það sem þú segir verið að gerast í Eflingu og víðar í grassrótinni, það er náttúrulega hið besta mál, og svona hlýtur þetta að gerast. Það er ekki ein aðferð sem að dugar. Í gamla daga þurfti fólk að gera rosa mikið til þess að ná einhverju stöðu í samfélaginu. Það þurfti að beita sig bara á öllum sviðum af mikil orku. Ég hugsaði það, ég hef nú stundum tekið þessum dæmi að þegar 20 manns eru dæmdir til missis atkvæðisréttar og kjörgengis og til fangelsisvistar eftir að mótmælt eingöngu Íslands í NATO 1949, að þá safnað undirskriftum og það safnað undirskriftum 1952. 27.600 mann skrifa undir, og þú segir það kostaði vinnu og svo framvegis. Það var ekkert internet, það var enga tölfur, þetta var bara í mjólkubúðinni og bensinstöðinni. 27.500 og 600. Þetta væri svipað og 80-90.000 manns núna. Og þetta er bara sem sagt gert á nefanum sko, og samstöðinni og vinnunni. Það er það sem, og það er alveg rétt hjá þér. Þetta er það sem þetta kostar. Og þú metur að það sé áriðandi núna, að við séum að missa fleiri svið samfélagsins í hendur auðsins? Já, ég held að það sé að gerast og sko það er einhver jörð hér sem að seld, Árborg seldi jörð í hendur fjárfestis sem að síðar selur erlendum mönnum hana og þeir finna þar vatn þar að finna. Þetta er hérna á Suðurlandi og þeir fá erlend matsfyrirtæki til að meta verðgildi jarðarinnar og það var einhvers staðar rétt undir 20 milljörðum held ég að verið. Sko, þetta er það sem að gerast og við bara sofum og dormum og ekkert gert og meðan verið að taka undan okkur landið og auðlindirnar og við ekki að láta þetta gerast, alls ekki. Svipað gerðist þegar bæjarútgerðir voru seldar eins og bæjarútgerð Hafnarfjarðar sem að ég held að Hafnfirðingar væri örugglega ríkasta fólk á Íslandi ef að það hefði ekki verið gert, saman með bæjarútgerð Reykjavíkur, bæjarútgerðir á Akureyri og víðar sem að almenningur misti og það var allt gert í ótrúlegu kæruleysi að þess að það væri mikið það rætt flaut bara í gegn á einhverju fundum í bæjarstöndum eða var ég að skrifa undir samninga og fengi svo bara samþykki eftir á og flutt þarna gríðarlegir auður frá almenningi til örfára og núna erum við með fiskimiðin okkar einkavædd og ég held að séu svona 80% af öllum aflaheimildum í höndum sko, ég held að séu valla meira en 10-12 fjölskyldur. Hugsaði það sko, nú halda menn að þessu verði aldrei snúið tilbaka. En það er hægt að snúið tilbaka og það á að snúið tilbaka og það eru hagsmunir allra að það verði gert. Vegna þess að fari svo að öllum auðæfum og auðlindum Íslands verði stólið á þennan hátt. Ég nota það orð yfir það sem þetta er að gerast. Þá kemur að því
það kemur einhver tíman að því að vera almenningur nærið þetta tilbaka, það gerir það. Og ef við ætlum að láta það gerast friðsamlega og siðsamlega að þá förum við að íhuga með hvaða hætti við getum unnið að þessu. Það er ekki lengra síðan en 20 ár síðan bæði Samfylking og VG og náttúrulega Frjálslynda-flokkurinn sem var stofnaður í kringum kvótann voru á því málið að ætti að fyrna kvótann. Það ætti að taka hann tilbaka til þjóðarinnar og svo voru mismunandi útfærslur á því hvernig ætti að fara með hann. Það ætti að bjóða hann upp öllu leyti eða hluta til, láta hann ganga til landsbyggðar, til sjávar héraðanna. Og svo framvegis þetta er ekki langt síðan að þessi umræði var í gangi, þetta þarf að endurvekja og talandi það er nú komin einn harður baráttumaður í þessu úr gamla Frjálslynda-flokknum inn á þing, það er hann Sigurjón Þórðarsson. Hann var mjög eindreginn í þessari baráttu, þannig að það er einhverjar raddir þarna sem að eiga eftir að án efa láta frá sér heyra, en aðhaldið það mun koma utanfrá. Aðhaldi gagnvart þessari ríkisstjórn og þessu alþingi, það kemur utanfrá. Það var náttúrulega orðið þannig með það alþingi sem að núna er að hverfa á braut að þar var til dæmis engin sem andmælti vopnasendingu til Úkraínu. Engin sem andmælti því. Það voru einhverjir sem sátu hjá, það var engin sem andmælti því, engin sem stóðu upp. Og þegar að Norðurlandaráð núna í aðdraganda rétt fyrir kosningar er með fund hér á landi, þá er samþykkt að norræn samvinna hérðan í frá hún skuli byggjast á umræðum hernaðarmál og hernaðarsamvinnu. Engin sem anda yfir þessu. Hver var valkosturinn við þetta? Hann var sá að segja norrænt samstarf á að byggja á friðarviðleitni. Við eigum að beita okkur í samvinningu til að finna friðsamlega lausnir og uppbyggilega lausnir í heiminum. Það er það sem að Norðurlöndin eigi að gera. Nei, það var bara á hinn kantinn og enginn til að andmæla, enginn. Og þetta er náttúrulega ekki nógu gott. Þetta er ekki nógu gott fyrir þingræðið heldur. Ég reyndi að fá upplýsingar það að þegar að Bjarni Benediktsson skrifaði undir varnarsamning við Úkraínu sem er metin á 25,5 milljarð, hvort að það hefði verið rætt í þinginu áður en að það var skrifað undir það, og ég gæti ekki fundið það. Og menn voru að segja mér það svona bak við tjöldin að þetta hefði verið eiginlega bara lagt fyrir eftir á. Já, en það er ekki, því miður var það líka þannig að einhverjir sögðu og viðurkenndu að þetta hefði mátt fara svona vegna þess að það væru allir samstíga í þinginu, það þyrfti ekki að senda þetta til umsagnar. Það var mjög undarlegt að vera áður að bara fara sínu fram, vitandi það að það er engin ekki check and balances eins og svona. Herðu, þú fórst að þingi fyrir nokkrum árum og maður heyrt svona þína rödd eftir það, eins og að þú hefur mist trú á svona formlegri stjórnmálabaráttu og teljir að þetta var meiri áhrif utan þess. Já, ég hugsaði dæmi sem svo, ég hef alltaf sett þetta upp, þessa formúlu upp á þennan hátt, að allt á sinn tíma og einstaklingar eiga sinn tíma líka og þeir eiga ekki að hjakka í svona gömlu fari endalust, finna sér nýja farvegi. Ég hugsaði það stundum að hinn pólitíski pendúl samfélagsins hafi færst til hægri og ef það er rétt sem að ég tel að sé mikið til í að pólitík snúist það hvernig þjóð hugsar, hvað hún leyfir stjórnmálamönnum að komast upp með og hvað ekki. Og núna leyfir samfélagið pólitíkin að gera það sem hún hefði ekki leyft en að gera fyrir 50 árum, alls ekki. Einkavæðingin, markaðsvæðingin, þjóngum við erlenda hernaðarstefnu og svo framvegis. Ekki leyft það. Og hvað er þá til ráða? Jú, það er að breyta því hvernig samfélagið hugsar. Og ég leit svo á að ég gæti orðið betur að gagni með því að stíga út úr stofnanakerfi stjórnmálana og fara bara út á
akurinn út inn í grasrótina og ræða þar við fólk, efna til funda málefni sem að ég teldi að ættu að brenna á þjóðinni. Brenna ekki alltaf á þjóðinni, en ættu að gera það. Og þessi fundir hafa snúist málefni aldraðra, hvort ætti að setja brennivinn í búðir, hvernig farið var með Grikki í þeirra þrengingum, Kúrda, Palestínumenn, alþjóða viðskiptasamninga, kvótan heim, við vorum nú saman í því, við vorum komnir svona vel á veg með að fara hringinn þegar COVID kom. Þegar COVID kom og það er nú svolítið skemmtilegt til upprifinnar að við ætlum að fara í Stapan. Það stóð til að fara í Stapan í vikulok þegar landinu var lokað út af COVID. Og þá sagðir þú, og þetta er nú ágætt að þetta sé til í sögum minni þjóðarinnar, þá förum við bara í loftið. Og það var eiginlega það fyrsta sem gerist með þessari stöð. Það var kvótan heim og það var þetta sem að þegar þú opnar á þetta og við vorum meina 10-15 þætti kvótan heim. Þannig að hann eitt sem að má endurvekja nýju og nýja hreyfingu þarna og helst sem víðast. Þú telur svona samtal vera mikilvægt? Já, vegna þess að sko þú breytir ekki þjóðfélaginu nema fólk vilji láta það breytast. Sá vilji verður að vera til staðar. Þú gerir það ekki með valdboði. Þú getur fundið leiðir til að virkja jákvæðan og uppbyggilegan vilja fólks, lýðræðislegan vilja. Þú getur gert það, en valdboðið gengur ekki upp. Það er búið að reyna það í sögunni. Það gengur ekki. Og lýðræðið skiptir þessuna máli og það sem og ég endurtek það sem ég sagði áðan og hef hamra á í sífellu, að þessi lýðræðislegi vilji, hann er til staðar í þjóðfélaginu. Það er bara að finna hún á farvegina. Og ég held að sé að finna þá til dæmis með beinu lýðræði. Ég held að fólk kýs öðruvísi þegar það kýs á miklu markvissari hátt þegar það er að taka afstöðu til tiltekina málefna. Kvótans, heilbrigðiskerfisins, eigum við að eiga auðlindirnar og svo framvegis, þá hef ég engan ótt að þessu. Og ég held að þá munum við geta snúið taflinu við, algjörlega. Því að þá er þetta lið, þá er þetta bara nokkrir einstaklingar í viðskiptaráði og einhverjum svona silkiklæddir, briljantingglittir menn í svona vel smurðir, bara litlir hópar. Almenningur vil ekki sjá þeirra stefnu, en lætur blekkjast í kosningum. En meðal annars, ekki á milli kosninga, því að það sýnt sig Alþingi fer ofta að vilja þessara manna frekar að sérhagsmunum þeirra heldur en almannahag. Já, það er undarlega, sko, ég veit ekki hvers konar sálfræðinga þar til að greina þetta og skýra þetta fyrir okkur, hvernig þetta geti gerst, en þetta er bara veruleikinn að jafnvel þótt Alþingi viti vilja meirihlutans, að þá tekur það tillit til annara sjónarmiða og þessara sjónarmiða og segir gjarnan, það verður bara að miðla málum, við þurfum að finna einhverja svona málamiðlanir og framvegis, milli hverra, ekki milli þjóðarinnar og sín, þá liggur þetta alveg ljóst fyrir hvert ætti að stefna. Það gerði málamiðlun sem er eins og að sé svona sáttmálinn í samfélaginu að það eigi að stjórna landinu í einhverju málamiðlunum við auðin, já. Það var bara að hætta því. Nei. Það var bara alls ekki að gera það. Já, herðu, Ögmundur, gaman að fá þig hingað að ræða pólitík. Takk að þið fyrir. Já, og gangið vel með þínar fundi. Takk að þið. Og þáttökur. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa?
Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá höldum við áfram að ræða kosningarnar sem voru helgina. Hingað kominn Björn Leví Gunnarsson, fráfarandi þingmaður Pírata. Já, góðan dag. Þú ert ekki Pírati, það er búið að kjósa nýtt þing, en þú ert ekki Pírati. Ég get verið Pírati, en ekki þingmaður Pírata. Nei, fyrirgefðu, ekki þingmaður Pírata. Hvað segirðu? Hvað gerðist? Bara ýmislegt. Ég held að sé tiltölulega ómögulegt að segja nákvæmlega hvað það var. Það held að vera margir hlutir. Við urðum vör við rosalega mikinn þrýsting á að kjósa taktískt til þess að passa að Samfylking og Viðreisn eru stórir flokkar. Man hefur heyrt það frá svona fólki hvernig það vildi tryggja það sérstaklega þegar það fór að sjá sjálfstæðisflokkina aftur vera að rísa aðeins í könnunum. Og það er í rauninni allt kemur til alls þegar maður telur þingmenn var það öfug taktík, að virkaði öfugt því að þó að annarkvort Viðreisn eða Samfylking hefði mist einn þingmann eða eitthvað þvíumlíkt, að þá hefðu komið þá 3 kannski sósíalistar eða Píratar sem hefðu geta fyllt upp í rauninni meirihluta án svona kannski þeirra flokkar sem pínu flókið að vinna með. Já. Það var svona kannski mistökin í taktíkinni þegar allt kom til alls. En svo er þetta svona flókið kannski að púsla saman ýmsum öðrum ástæðum. Fólk nefnir alltaf innanhúsdeilur hjá okkur sem eru alveg jafn miklar á öllum öðrum flokkum. Fólk bara rífst fram og tilbaka. Fólk er kannski mismunandi. Við erum alltaf rosalega duglegir bara við að hafa það opinbert til að sýna svona ákveðið gagnsæi í því hvernig fólk stundar pólitík. Þetta er allt aðstæða svona, við höfum séð núna ansi margar tilkynningar frá mörgum öðrum flokkum þar sem að fólk er að segja sig úr störfum. Það gerist í öllum flokkum. Ég kaupi ekki alveg að það sé alveg það, þó við séum svona opinber með það. En það er heildar aðstæðunar séu kannski meiri skýring. Þessi áhersla á efnahagsástandið, hversu rosalega stór hluti kosningarna var af efnahagsástæðum held ég að sé stærsti hluturinn. Píratar voru ekkert endilega með trúverðuleika gagnvart því að koma og laga eitthvað í hagkerfinu sem að er pínu skrítið. Við höfum alveg í fyrri kosningum það var einhverju hagfræðingar sem voru að meta stefnur allra flokkana. Fyrir kosningarna held í 2017 var það. Okkar plan var metið trúverðugast af hagfræðingum. Það voru panel af þeim sem voru að vinna þetta. Það var ekki svoleiðis panel núna? Nei, ekki svoleiðis núna. En þrátt fyrir þetta allt og þrátt fyrir mína vinnu í fjárlaganefnd og Smári þegar hann var í efnahags- og viðskiptanefnd og meira þá voru við að sinna þessum svona hardcore gagnadrifnu efnahagsmálum sem að Píratar almennt sé standa fyrir en ekki þessu togi með einstaka skattstofna eða barnabætur eða húsaleigubætur eða eitthvað svoleiðis sem er bara snúa svona ákveðnum svona tökum en ekki, það er ekki svona dýftar efnahagsumræða. Þráttur að við séum þar þá höfum aldrei fengið svona í rauninni kreditið fyrir að geta talað efnahagsmál. Þar eru, Samfylkingin var sterkari hvað það var þar. Viðreisn almennt sér sterkari líka einfallega bara út af því að þau notuðu ákveðna svona frasa, svona þessa klassísku kosninga efnahagsfrasa. Þið ættu að vera búin að ná því ef að það er þörfin, því að þeir náttúrulega búin að vera í 11 ára á þingi, flokkurinn. Ég hef aldrei í þeirri aðstöðurinn að geta sýnt það að við séum með efnahagsstjórn sem að virkar. Meira sé að náttúrulega í borginni það sem hafa verið endalaust að gagnrýna hvernig staða borgarinnar er. En þegar við skoðum stöðu borgarinnar í samhengi allra sveitafélaga og meira þess allra bara á höfuðborgarsvæðinu og stóru sveitafélagina, þá er staða borgarinnar efnahagslega bara frekar góð í samanburði. Þannig að meira sé að það ætti við að geta séð að við séum með eitthvað credibility í efnahagsmálum.
En umræðin borgina beindist ekki að ykkur og miklu meira samfélkingunni. Jú, en við fljótum alltaf með í því sko og við erum rosalega duglega við að svara kannski líka gagnrýni þrátt fyrir ekkert endilega sko að þurfa þess. En þeir flokkar sem að tapa mestu, að það eru VG og svo þið og svo Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn. Já. Og það eitthvað svona, þannig að einhver leiti eru kosningarnar í einhverju svona umhverfi sem að veldur því til dæmis að hvað mikið tapi á ykkur og VG sem að það vegna þess að þetta eins og þú ert að segja, flokkar sem ekki, fólk tengir ekki við lausn á efnahagsmálum. Það sama getur átt við VG. Já. Það ylsist þar að samingi samt hjá VG að þetta verið það mikið hjá þeim sko, það bara valið á þessari ríkisstjórn alveg tvímælalaust líka vandamál hjá þeim. VG hafi verið dáið bara síðastliðið vor. Já. Annað að það koma skyndilega, ég veit ekki, kom það ykkur óvart þessi tími? Já, við byggumst við að það yrði í fyrsta lagi eftir áramót og það var eftir því svona sem við höfum heyrt af svona þessum formanna samtölum að þá var það sem þau voru að reyna að skipuleggja saman, Sigurður Ingi, Svandís og Bjarni, hvernig ætti að klára rauninni sko þingið fram yfir áramót og mögulega inn til vorsins, bara þú veist hvernig væri ábyrgt í rauninni að fara ekki út í svona nóvemberkosningar með allra veðra von og þess áttar. En það hafi bara verið síðan Bjarni sem að upp á sitt einstæmi á þess að rauninni taka ákvörðun með hinum flokkunum hafi tekið. Og svona veðmál sem að hann kannski vann, Sjálfstæðisflokkurinn fær 2 þingmönnum færri heldur en fengu í síðustu kosningum, missaður umvel 3 að því að ef maður tekur Birgir Þórðarson með, þar að vera alveg klárlega 1 þingmaður sem er út af 5% röskurnum og sem að situr á þingi fyrir atkvæði sem að voru greidd sósíalistum eða Pírötum. Og svo fá sem á voru greidd VG, það er vikt að minna. Þannig að hann bjargar sér svona kannski. Hann segir þetta sé varnarsigur sem er nýtt orðið við tap. Ég held að hann hefur oft notað þetta orð sem varnarsigur. Alltaf að sigra í vörninni. Já, alltaf að sigra í vörninni, sko. Þannig að ég tók eftir því að sem sagt eins og svona skoðanakanir hefur þróast eða hefur náð 3. Ég var alltaf á þeirri skoðun svona að þetta væri svona eins og bara að flippa pening. Hvort að það yrði í rauninni sem sagt valið að reyna að passa að halda eins og Pírötuminni eða sósíalistum eða hvað svoleiðis eða það yrði sem sagt í hináttina. Og niðurstaðan var svo að það var sem sagt í hináttina. Það virðist vera að þeir sem að voru að horfa á möguleikan á því að þessi flokkar myndu ekki ná inn hafi fært sig á síðustu metrunum yfir á Samfylkinguna og ég held að það séu allavega 3 ef ekki 4% stig sem eru þar ef maður skoðar kannanir og hvernig Samfylkingin yfirleitt kemur fram í samanburði kannanir. Metill var að reyna að reikna þetta niður en hittir ekki á Samfylkinguna af því að það kemur einhver bylgja til þessi síðasta svona inn í kjörklefanum ákvörðunarunni. Metill virðist ekki að metið einmitt áhrifin af því sem að þeir meðal annars gerðu með því að halda á lofti að flokkarnir færu undir 5%. Skoðu ekki nýjustu, þú veist það náttúrulega vikmörkin voru þarna, ég held að Píratar hafa verið farið niður 3% hvaðan vikmörkin var það sko. Fréttirnar af kosningaspá þeirra ítti undir það að fólk myndi ekki kjósa sósíalista mögulega. En það var eins og þeir hefðu ekki reiknað með það sérstaklega hvert það fylgi myndi síðan fara. Af því að þeir voru með hina flokkana bara eins og þau höfðu verið í síðustu kosningum og vannmátu þarlega Samfylkinguna. Það ætti að vera bara vikmörkin sem að eru að segja til það. Þau get ekki sagt endilega hvert fylgi fer, það væri kannski hægt að giska á það. En sem sagt vikmörkin í okkur fara niður í 3% og vikmörkin í Samfylkingunum fara upp frá meðaltalinu. Þeir eru alveg slá upp í efstu mörkin hjá þeim. Alveg eins og við erum að slá niður í neðstu. Það sem ég verið að segja, með svona einhverju skynsemi, þá hefði verið að segja áhrifin af þessu þegar flokkar eru í hættu. Að þá fer það fylgi eitthvað. Það er sagt með þessum vikmörkum. Ef það hefði flippað í hináttina og við hefum verið í hámarkinu en ég hefur bara að segja ef þeir hefðu hort á það
hvaða flokkar þetta væru sem að væri að detta niður fyrir. Þá líklega að þeir kjósendur farið til Samfylkingarinnar og Flokks fólksins. Sem að... Og sama ef að það hefði sem sagt komið inn meira fylgi þá hjá þessum flokkum sem að duttu út, að þá hefði að sama skapi minkað hjá þá Samfylkingunni. Ég held að þetta er sama vegasalt, sko, þessan eru vikmörkin eins og þeir eru. Já, en ég að benda á, þetta ekki almenn vikmörk sem ég að vísa til. Heldur ég að vísa til að þegar að fylgi fer frá þessum flokkum sem eru þarna neðri mörkin, kjósendur þeirra eru líklegri til þess að kjósa Samfylkinguna og Flokk fólksins heldur bara almenn. Það hefur ekki áhrif á almenn vikmörk, það er það sem ég að meina. Herðu, en þannig það þið eru líka fórnarlömb þessa kosningakerfis. Jú, mikið rétt. Við höfum bent á það núna í nokkrar kosningar hversu hryllilegur þessi 5% þröskuldur er. Þáttur að hafa náttúrulega sloppið inn á hann, þá hefur við verið að reyna að leggja fram breytingar til þess að reyna að útiloka þetta. Ég lagði fram frumvarp sem náttúrulega því miður er ekki að breyta stjórnarskráni í því, en lagði fram frumvarp allavega þann hátt að sem sagt það gerði samt ráð fyrir þingmönnum miðað við prósentu hlutfall og það var svona gagnrýni kannski á það að það væri mögulega að sniða framhjá 5% þröskuldum í stjórnarskránni en í rauninni gerði alla þingmenn að jöfnunar þingmönnum. Þannig að það var svona tilraun til þess að útrýma í rauninni þessari lúðareglu. Annað sem er með þetta kosningakerfi er það að Reykjavík er klofin í 2 kjördæmi til þess að gera það erfiðar að ná kjördæmanni þar inni. Núna hefðu þið reyndar ekki náði að fara inn með Reykjavík var 1 kjördæmi með 18 þingmönnum en sósíalistar hefðu náð þar inn en líklega í aðdraganda kosningana hefðu þið mælst þar öruggar inni og kannski ekki fælt Reykjavíka frá að kjósa. En þetta er kannski vandi sem að kemur ekki fram kannski fyrir bara síðustu vikuna. Þetta er komið langt inn í síðustu vikuna. Já, þetta er bara vandi við kosningakerfið í heild sinni. Við eigum að vera með 1 bara kjördæmi við landið fyrir alþingiskosningar því að við erum að setja lög fyrir allt landið en ekki einstaka kjördæmi. Þannig er það í Hollandi til dæmis og þá hefðu Pírata fengið 1 þingmann og sósíalista 2 kannski ná 2 Þú verður að hætta við til Hond-regluna en samkvæmt henni ég vil hætta við til Hond-regluna það er helvítis drast sú regla Þessi þingmenn fóru yfir á Viðreisn, Sjálfstæðisflokkinn, Flokk fólksins og Samfylkinguna. Ég gerir ráð fyrir því að það sé raun og bara 63 af 100 það er 1,67% eða svo leið sem þú þarft að fá til þess að fá þingmann. En þið lendið í keppni við kosningalögin vegna þess að þið komið mjög lágt inn í kosningabaráttuna og þú nefndir þarna fréttir innri átök sem að ég er alveg samanlæður að það hefði ekkert svona teljandi áhrif eða það getur verið trublandi að svona Já, móralst séð innan flokks er það kannski trublandi sérstaklega þegar eins og ber aðeins og gerði þú veist það er bara 1 aðili sem er að valda þessum hávaða þegar allt kemur til alls og lítur út fyrir að vera miklu hávaða samar át á við það var frekar perandi og stutt kosningabarátta tekur tíma að raða á lista og það fara alveg 2-3 vikur í það og þá er kannski eftir að stilla umræðuna og áherslunar og þú þarf að draga það í gegnum alls konar umræðu og það tekur tíma fyrir fjölmiðlana raunverulega átta sig að hvað er raunverulega að vera að ræða og þá eru bara kannski 2-3 dagar til kosninga þegar það loksis virðist vera að fara að mynda og þá er kosið. Já, við komum þarna í þessar skyndikosningar með bara það fyrir höndum að vera með prófkjör. Það er ekkert bara annað í boði hjá okkur og þetta er í nýju kosningalögunum núna, þá eru frestinir öðru sig heldur en þeir voru. Það var miklu lengri tími til að skila framboðslistum alveg 2 vikum fyrir kosningar eða eitthvað sem núna er alveg mánuður. Þannig að við getum rosalega illa farið að vinna í rauninni stefnumörkun fyrir kosningarnar þó að blessunarlega séð voru við tiltölulega byrjað á því en vorum að miða við vorið fyrr en að framboðslistanir voru þá eiginlega tilbúnir þannig að fólk vissi hverjir það voru sem voru að fara að berjast fyrir stefnumálunum því að
sko frambjóðendur sem eru í efstu sætunum hafa dálítið áhrif á það hvað þau vilja segja og gera. Þannig að það tók ansi mikinn tíma og við erum tiltölulega svona metnaðarfull með stefnur af því að það var svona rosalega mikil gagnrýni á okkur fyrst að þá vorum við stefnulaus flokkur. Við vorum bara með eitthvað internetið og eitthvað svoleiðis og hvað stefnan ykkar í auðlindamálum, í landbúnaðarmálum og þú veist öllum málaflokkum og síðan þá höfum við einmitt gert stefnu í bara bókstaflega öllu. 190 samþykktir eitthvað svoleiðis sem er á kosningakerfinu hjá okkur. Og það gerir það verkum á svona stundum tíma bara að skilaboðin eru ansi viðamikil og flókin og ég svona í baksýnisspeglinum þá var maður alltaf að pæla í því að við verðum að vera alltaf skýr í þessum kosningum sem að væri að koma en þegar þetta einhvern veginn hrúast svona á okkur þá er ekki tíminn til þess að búa til skýrleikan. Þannig fyrst óljósa því að það er ekki búið að klára stefnunar þá er reynt að vinna á einhverjum einföldum frösum og eitthvað sliðis, svona kynningu af því sem er að koma sem við vitum ekki samt nákvæmlega hvað verður svo þegar loksins er komið þá einu sem þú segir þá er bara dagur í kosningarnar. Og ég held að við höfum tapað þessi dálítið á einmitt það að við vorum ekki fókusuð. Við töpuðum fókus í rauninni. Við vorum bara með, hérna er risa pakki bara, gjörðu þið svo vel. Þá er alltaf verið að segja sem sagt, ég veit ekki hvað ég standi fyrir. Jú, það er hérna og svo hendur maður bara bóka fólk og það er ekkert að lesa það. Þeir voru svolítið í viðtölum og umræðu þáttum svolítið í sömu stöðu og VG að svona réttlæta tilvist ykkar. Sem er ekki góður staður. Nei, það er ekki góður staður, alveg rétt. Ég hafa til dæmis ein greining sem kom fram, sem var stróslega spes, að við vorum að reyna að minna á einmitt öll þessi spillingamál sem eru búin að koma upp á undanförnum misserum og árum og áratugum í rauninni og alltaf einhvern veginn sami flokkurinn. Við vorum að minna á að við höfum verið þau sem eru sífellt að kalla eftir opnum fundum og svörum og ýmsu því líku. Og frá einum greinandanum kom þau eru svo upptekin af því að þessum spillingamálum að sagt, þau gleyma einhvern veginn að segja fyrir hvað þau standa. Ég er bara svona fyrir við leggjum áherslu á spillingamálin. Við stöndum fyrir sagt, gegn spillingu. Er það ekki skýrt? Þú veist þannig að einu sinni meira að segja þegar maður reynir að segja eitthvað svona skýrt þá kemst það ekki að skila og það er bara sorglegt. Berglind Sigurðsson orðaði þessu þú ert að vísa í forystusætinu. Sagði, er ekki Píratar svona flokkur sem að sest inn í bíl og veit ekki hvert hann að fara en hann hefur endar svo skoðunar á því hvernig bílstjórinn keyrir? Nei. Ég er ósammála því. Ég er bara að benda á ég skila mér fannst þessi svona hugmynd, þessi varnarstaða sem að þið voruð í kristallið þessari spurningu. Já, og þetta er það sem hefur ítrekka verið lagt á okkur alveg frá upphafi þegar við erum enga stefnu og svo þegar loksins komum og sínum stefnuna þá voru óskýr. Þannig að það er aldrei reynt svona að skilja hvað við erum að reyna að segja. En þeir eru búin að vera þingi í 11 ár. Ég meina, veit ég ekki bara nákvæmlega hvað Píratar eru? Maður hefði haldið það, en við lendum rosalega mikið í því að það eru aðrir flokkar sem segja hvað við erum. Til dæmis fyrir kosningarna núna og á síðasta kjörtímabilinu þá er eins og Flokkur fólksins, Eyjólfur Ármannsson var sífellt að segja við stæðum fyrir opin landamæri. Áslaug Örna var með það sem eitt af sínum svona kosningavídeóum sem var að dreifa, ef þú vilt gala opin landamæri, kjóstu þú Pírata og bara svona, nei. Það er ekki hluti af neinni stefnu hjá neinum flokki að vera með gala opin landamæri. En þetta er það sem að alveg loku landamæri, þannig að þetta er tilgangslegs hugtök. Nákvæmlega algjör tilgangslegs hugtök. En þetta er það sem maður heyrir bara við erum statt og stöðugt hjá fólki sem að var að hitta einhverja svona handahófi bara og tala Pírata eitthvað sliðis. Já, þeir vilja opin landamæri, ég þoli það ekki. Bara svona, og það er ekki hægt að ná því að leiðrétta þessa lygi í rauninni. Við bara náum ekki yfir það af því að við erum með dæmi til dæmis við heldum stefnufund sem sagt bara fréttafund það hérna eru stefnunar okkar fyrir kosningarnar og mætti engin fjölmiðill. Aðrir fjölmiðlar fá beina útsendingu á vefjum og sjónvarpi ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta er slagurinn sem við erum búin að vera í allan tíman og það er ekki nema skrítið að fólk skilji ekki hvað við stöndum fyrir þegar við erum að berjast við það sé verið að ljúga upp á okkur stefnur og enginn kemur til þess að rapporta það hverja stefnunar eru. Við fáum ekki þriðju aðila til þess. Þannig að þið eru eiginlega óboðnir gestir inn í svona stjórnmála heiminum. Já, og birtist meðal annars ég kannski haga með þetta þannig líka. Birtist því meðal annars í því að þegar
fólk í öðru flokkum í viðtölum í fjölmiðlum og segir eitthvað svona við ykkur að þá dettur spirillinum ekki í hug að við fengja það sem Eyjólfur að segja. Nei. En hann væri til í ef að ykkur myndi halla eitthvað eða vera með svona einhverja sérstaka útlistun á stefnu Sjálfstæðisflokksins að þá þetta gripið fram í fyrir þér eða mér og öllum sem að það gera. Já, alveg tímanlaust á núleiðinni. Já, og þetta náttúrulega ákveðið vandamál í samfélaginu að þeir sem að hafa sterkar stöðu þeir eru með fleiri varðsveina. Já. Hvað var þetta að kalla? Varðhundar valdsins. Já, og það víða í fjölmiðlaumhverfinu sjálfu. Já. En eftir sem áður að þá hefði kannski þessi staða ekki komið upp ef að þið hefðu komið inn brattari inn í kosningabarátuna. Og fyrir svona ári síðan að þá voru þeir svona 9-10% í könnunum. Já. Af hverju missiði frá ykkur fylgi kannski á þeim tíma þegar ríkisstjórnin verður hvað óvinsælust eftir eftir áramót að þá ríkisstjórnin hafi byrjað að missa flugið í Íslandsbankasölunni en eftir áramót þá virkaði hún bara eins og var í frjálsu falli fór hún kannski 30% stuðningi niður fyrir 20%. Það er bara alltaf gerst í rauninni nema í fyrstu kosningunum 2013 sem var einhvers konar kraftaverk að hafa komist inn fyrir 5% þá. 5,1 ef ég maður rétt. Já, rétt inn á síðustu tölunum aðna eftir talningafíaskó í á Suðvesturkjördæmi. 2016 það var eftir Panama-skjölin og þá var náttúrulega í svona kringum og fyrir það í rauninni þá voru við komin í 40% í einhverjum skoðanakönnunum. Heldust þið yfir 30% í heilt ár eða eftir 14 mánuðum? Eftir að Gunnar Bragi fór að sendi bréf. Síðan þá komu inn nýjir flokkar í kjölfarið á því sem sagt. Þannig að staðan eins og hún var þarna eftir að hann sendi þetta bréf til Brussel. Ég sá það og fylgdist mjög vel með því. Bara daginn sem að voru fréttir þetta og þá fóru skráningar í flokkinu bara og fylgiferð upp og heldust þannig bara í langan tíma og skoðanakannir fóru í kjölfarið í botn. Svo náttúrulega var þetta bara smá saman svona pínu flatt en svona þegar vel yfir 30% í 14 mánuði. Svo bættist Viðreisn inn í þetta apparat og fleira fór svona að gerast sem að rauninni tók af þessu. Þetta var frekar fylgi það bara ekkert annað í boði. Allir hinir flokkanir Samfylking og Vinstri græn voru ennþá bara át eftir hrunstjórnina og þetta var alltaf Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn voru þarna í þessu rugli. Þannig að það var bara einhvern veginn bara Pírata eftir. Þannig að fylgi hrúaðist á Pírata þar í skoðanakönnunum. Svo bætast við Viðreisn og þannig að smá saman ytur kosningamaskínan fer í gang og ný andlit koma og alls konar svoleiðis og það endar einhverjum rúmum 14%. 2017 það uppreist æra málið sem að við vorum helstu leikendur inn á þinginu að drífa áfram í rauninni sem sagt svona ábyrgð hvað það varðar. Þar förum við niður fyrir 10%. Þrátt fyrir að það höfum verið við sem að vorum að gera mestu vinnuna í kjölfarið á því. 21 aftur það var ekkert auðvelt heldur náttúrulega COVID sem sagt kosningarnar voru mjög skrítnar. Þar duttum við niður í 8,1%. Aftur maður veit ekkert endilega af hverju, það voru skrítnar kosningar bara yfirleitt. Og svo núna eins og eftir Jón Gunnarsson og Bjarni Ben að múta hverjum öðrum annað spillingarmál og hneykslismálum bara hefði haldið einhvern veginn flokkurinn sem að hefur mest verið í því að berjast gegn spillingu á þingi myndi fá eitthvað kredit fyrir að elta þessi mál. Nei. Við höfum aldrei eftir Panama-skjölin og uppreist æra og eitthvað svoleiðis, við höfum alltaf bara nei og ég held að í alvörunni að ástæðan einhvern veginn bak við það sé að við sem samfélag við forðumst aldrei þann sem klagar. Þetta bara bara þegar að krakkinn kemur og segir og kvartar við mömmu sína Gunnar var að lemja Jón þá svarið ekki klaga. Af því að það svo óþægilegt að þurfa að fara að gera eitthvað í því. Það miklu meiri vinna, við vitum ekki alveg hvað það að gera, við þurfum að fara að trúa einum umfram annan og það bara rosalega flókið.
og þetta bara einhvern veginn rosalega djúpt í þjóðarsálinni að sko nýfuttin keisarans strákurinn sem að bendir á að keisarinn sé nakinn, hann sussaði niður hérna á meðan hann var hyltur í ævintýrinu. Það kannski spilar líka inn í að fólk að kjósa þing og að vonast þess að það komi eitthvað fólk sem mun byggja upp skári húsnæðisstefnu, útalar efnahagsmálin og annað slíkt en byrjuðu klagarinn, eða hafa hann eitthvað með í því? Það kannski ekki... Nei, það ekkert rosalega... Klagarinn ekkert rosalega vinsæll. En hann rosalega nauðsynlegur gagnvart einmitt því þegar vera misnótt á vald. Og kannski það þannig að fólk svona treystir kannski samfélkingunni og eða Viðreisn betur til þess að vera ekki að misnota og opinber vald og þá síður þörf á klagarunum. Sérstaklega helst að hafa hann ekki með til þess að skoða það ekki einu sinni. Þú nefnir þetta með spillingu sem hefur orðið á tímabili Pírata og ég ekki að segja það að þeir hafi afhjúpað það en það orðið miklu meira rætt spillingu í samfélaginu núna heldur en var fyrir hrun og ég held að það sé bara almennt viðurkennt að það sé mikil spilling í samfélaginu. Að því þú nefndir söguna þarna, að fylgi fór upp þarna í sögulegar hæðir þegar það var afturkallað umsókninni Evrópusambandið og maður myndi alltaf býta okkur fór það að vera Pírata eða ekki átt að fara að einhvern Evrópusinnaðarflokk og svo komu Panamaskjölin og þá voru þau ennþá hann uppi og þá hugsaði maður að þetta nú bara best tilefni til kosninga fyrir Pírata. Ekki smáraðinn, hefur maður haldið. Já, en það helmingaðist fylgið á leiðinni. Rúmlega, alveg vel rúmlega. Þannig að það eins og að það sé ekki samhengi á milli fylgis Pírata og spillingamála. Nei, ég held að það sé ekki ég átta mig ekki á þessu. Hvað verður Pírata núna? Nú eru 6 þingmenn farnir og það náttúrulega aðstoða fólk og fleira. Þetta munar líka töluvert í styrkveitingum. Ég veit ekki hvað Píratar hafa fengið á síðast ári, líklega 70 miljónum ef maður tekur bæði en síðan líka styrki sem kom á þinginu og þannig að þetta er þingflokkur, já. En það má ekki blanda því saman sko, ekki lengur eins og það var meiri blöndun á þessu en það mjög strangari reglur núna sem veitir fyrr. Þið hafið líklega haft 3 starfsmenn í kringum þingflokkinn en núna eigið þið eftir 3 borgarfulltrúar í Reykjavík og 1 í Kópavogi. Já. Þetta er náttúrulega mikil breyting. Já, það er mikil munur og sko borgarfulltrúar ekki með neina sko starfsmenn eða neitt svoleiðis. Þetta var borgarfulltrúin á launum, þannig að raunverulega eru þau með 4 Það raunverulega laun fyrir það bara að sinna sko nefndastarfinu og svo framvegis sem bara ansi mikið. Þannig að ég hef oft talað það að það vantar eiginlega svoleiðis á þinginu líka sko, af því að það ekki hægt að, sérstaklega fyrir smærri flokkar sem get ekki sinnt öllum nefndastörfum, sko. Það er bara mjög ósanngjarnt. En já, þetta verða einhverjar held ég reiknaði eitthvað 16,5 milljónir eða eitthvað sliðis með þetta á ári. Og það verður bara áhugavert að sjá hvað félagsmenn taka, hvað ákvörðun taka í næsta fundum og næsta aðalfundi. Ætlið að vera með svona uppgjörsfund? Það verður örugglega einhver fundur sem að verður hist og bara spjallað opinskátt sko. Annað kemur mér óvart, já. Og þetta hreyfingin sé þá að meta það hvernig svona næstu skrifa Já, og það fyrir örugglega þá einhver bara tillaga í kosningakerfið og bara kosið það. Þetta er ekkert flókið þegar allt kemur til alls. En þú ert náttúrulega á biðlaunum eins og aðrir sem hafa dottið út af þingi? Jú, bara uppsagnarfresti. Uppsagnarfresti, en síðan ertu þú búin að vera á þingi þarna síðan hvað, 2016? Já. Ég var að þingmaður fyrst 2013. Það telur þetta eru 3 kjörtímabil 8 árum sem ekki eins og eru venjulega 2 kjörtímabil. Hvað er það að gera? Ég bara eitthvað skemmtilegt sko. Þetta hættir í pólitík? Ekkert hættur, maður hættir ekki að vera pólitískur svo sem sko, en ég veit ekki hvernig ég ætla að taka þátt í þokkstarfi en eftir því líku. Ég kemur örugglega til með að vera bara ég áframhaldandi svona gagnrýnin á alltaf þegar ég sé bull, sko, ok, ég skal orða það þannig, fyrsta sinn sem ég kom á þing, þá settist ég inn í hennan blessaða sal, voðalega lítill, bara til þess að upplifa í rauninni stemninguna og uppkoma þessir svona stóru kallar í pólitík í ræðustól. Það var Helgi Hjörvar kom og Árni Páll og héldu einhver ræður sínar og svoleiðis og ég fattaði þá þegar ég var að horfa á þá svona í þessari nálægð bara já, þetta talað nákvæmlega eins og tröll á internetinu
og ég búin að vera að rífast í tröll á interneti í 20 ár, ég get þetta alveg og það bara dálítið ennþá, þetta rosalega mikið svona tröllaleiti, það svona ákveðin svona básunuháttur einhvern veginn á fólki þarna sem að fer bara og segir hlutina svona þessi morfís svona keppni einhvern veginn í rökræðum og maður búin að vera að reyna að þú veist pota í svoleiðis rökræður og rugla þær. Ég hætti því ekkert og því hvort ég verið innan utan þings neð svoleiðis sko. Þetta þingsalurinn og einar almennu umræður og þú hefur verið svolítið áberandi þar. Já. Þú líka verið áberandi að óska eftir upplýsingum. En maður tekið eftir í þingsalnum að ég held að þú hafi farið óheyrilega í taugarnar á Bjarna Benediktssyni. Já, bara mjög gaman að því. Það var þegar maður gat eiginlega og ég benti fólk á að fylgjast með svipnum á honum að því að stundu sást hann í bakgrunni þar sem þú varst og hann gat ekki leynt. Það gat ekki leynt bara hvað hann fannst það eiginlega ósangjant í lífinu að þurfa að vera á sama vinnustofu þú. Já, það var alltaf þannig. Þú orðið varfið þetta. Hann eitt af tröllunum á þinginu sem bara segi, bara fer með rulluna sko, óháð því hvort hún sé rétt eða ekki sko, þú veist, það þvælist ekkert fyrir mjög mörgum bara að fara með frasana sko. Og maður kannski nær fólki fram í það sem kannski ná að rökræða eitthvað við, þú veist, eins og stjórnarskrána eða eitthvað slegis og þú veist, mann finnst maður vera að komast eitthvað áfram í samtalinu við persónuna, við einstaklingin. Svo mæta það bara í ræðustól og byrja bara á nullinu aftur, eins og engin umræða hafi átt sér stað. Og það dálítið óþolandi. Þannig að þú veist, ef einhvað í þessu starfi einmitt það sem ég hef engan áhuga á þá það nákvæmlega þetta. Það ekki hægt að þróa umræðina áfram að því neita að taka umræðina. Gjörsamlega neita að taka hana. En þú ekki bara að gera kröfur það að þeir verði sammálaðir og þeir bara ekkert sammálaðir? Nei, ég bara að gera kröfur að fólk hlusta á rök. Og þegar það sko verið að eins og til dæmis í þriðja orkupakkamálinu, við vitum það að það var panta lögfræðiálit þarna í Hlíðarsal þegar maður var að tala við gaurana þarna þá, þú veist, þeir vissu að við vissum að þeir voru að bulla. Hverjir? Allir þessi miðflokksmennarna sem voru í orkupakkamálinu. Þeir vissu það að þeir voru að fara með rangt mál. Gerðu það samt. Af því að það var einfaldlega pólitískt hentugt hjá þeim að flytja mál sitt svona. Þetta var bara áráður, ekkert annað. Það var bara til þess að koma þeim út úr klausturs samhenginu einhvern veginn og rúlaði inn á nýja. Þú ekki mikla trú á þinginu? Jú, ég hef það. En það ekki auðvelt að fá fólk til þess að vinna saman. Og maður getur eiginlega ómögulega séð það utanfrá hvort að það sé verið að vinna saman á málefnalegan hátt eða ekki. Þú sérð það ekki hvort að sá sem í ræðustól í morfískýrnum eða hvort hann sé í einlæga gírnum. Og orðaði þannig þú kannast við orðatildæki hjá honum Davíð í gamla daga sem hann hjólaði í öll mál þó hann verið hjarta sínu sammála þeim. Það finnst mér alveg endalaust óheðilegt að því að... Þetta lærði hann í borgarstjórn og taldi sig hafa unnið borgina tilbaka til Sjálfstæðisflokksins með þessari aðferð. Einmitt, gæti alveg vel verið. Hann býr núna eða vinnur núna upp í Hádegismóum þar sem eru sprungusvæði sem hann taldi að vinstri meirihlutinn væri að stefna líf og límum fólks í hættu með því að byggja. En sko, þetta ekki bara hann. Katrín sagði þetta líka, Jakobs, að þau myndu bara velja þau rök sem að henduðu þeirra málflutningi. Það snýst það að þú ert með umsagnir mál, bara þetta hendar mínum málflutningi eða minni hugmyndafræði, þá nota ég það bara. Og einhver annar flokkur verður þá bara að velja hitt hinn sjónarmiðin og bara að keyra á þau. Og svo þetta bara keppni það hver flytur rökin betur heldur en hver rökin í raun og veru eru. Og þetta kannski það svona sem það þarf ekki að gera það svona en þetta gerir það að verkum af því að sko ég held að það hefur gefist eins og VG hefur gefist upp á því að reyna að vinna gegn þessu og fá bara að vinna með þessu
Það hafði þau áhrif á þegar við komum til hans í útlendingamálinu og segjum bara hérna þessi hluti í lögunum, hann gerir það verkum að fólki verður hent á götuna. Og þau trúðu okkur ekki. Það var eiginlega vandamálið, af því að þau heldu bara að við værum í sömu pólitík og þau. Við værum bara að pikka út, þessi hérna rök sem að koma frá Mannréttindaskrifstofu Íslands eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru bara ein af rökunum, þetta því ekkert endilega sé satt. Og það að við notum þau bara að það hendaði málflutningi okkar, þá þurfum við ekki að hlusta á það og bara koma fram með hinrökin einhvern veginn á móti sem var svona hvergi að finna en þú veist, eitthvað sem var ráðuneyti bjóð til eða eitthvað þínlíkt. Hvað gerðist? Fólki var hent á götuna. Þau trúðu ekki að við værum að segja þú veist, eitthvað sem væri lögfræðilega rétt. Það ekki gert ráð fyrir að fólk gerir það í þingsal. Nei, ofta ekki. En umræður í þingsalinu náttúrulega þannig að ég hef aldrei heyrt neitt samtal þar. Það gerist alveg sko, en maður tekur aldrei eftir þeim málum. Sko, er ekki samtölinu í þessu ekki stað eitthvað annar staðar í þingstörfunum? Nei, og yfirleitt þau mál þar sem að þú veist, það búið að taka þær samræður og sko, það alveg mál sem ekki hagsmuna árekstra mál. Og þá nær fólk alveg að tala svona saman. Og það alveg, þannig séð flest málin. Það engin rosalegur ágreiningur það. Þá búið eiga samtalið að gerast inn í nefndin og þá rennur það málið bara gegnum þingsalinn. Á næstu þján umræðu. Smá svona kavíat hér og þar og sliðis. Það samtalið sem allir eru búnir að klára. Það málefnalega vinnan. Svo koma sko hagsmuna árekstra málin. Þar sem að þú neitar einfallega bara að hlusta. Og neitar að þú veist, taka rökum í eina eða áttina því að það bara búið að ákveða það að þá að gefa út breyta búnaðarlögunum þannig að þú veist, framleiðslu fyrirtækin fái þetta allt og svoleiðis. Og það það sem þá erfitt að glíma við þetta. Og þá þarf að fara í, þú veist, við vorum að fara í málþóf eða eitthvað svoleiðis til að stoppa þennan yfirgang. Og þá komið með þegar þau að fara í málþóf eins og það eitthvað slæmt að stoppa eitthvað eins og yfirgang eins og að henda fólk út á götu og svo framvegis. Af hverju fjall VG af þingi? Hryllilega slæm ákvörðun að fara í ríkisstjórnarsamstarf með Sjálfstæðisflokknum árið 2017. Og þeir hafa tekið þessa stóru innegg sem áttu þá hjá þjóðinni. Gott fylgi í flokksins. Hann mældist nú upp í, fór ekki eins hátt og þið, en hann mældist í 25% þarna í aðdraganda þessara kosninga. Áður enda bara 17. Voru með foringja sem hefur haft mestu innegn í íslenska stjórnmálamanna, kannski síðan Davíð Oddsson á sínum gullaldartíma. Algjörlega, þeir bara þurrjusu politísk kapital hjá Katrínu Jakobsdóttur, alveg bara gjörsamlega temdið, nei ég veit það ekki. Bara satt bara að segja þá veit ég ekki. Þú veist, ég get í rauninni ekki bent á neitt neinar framfarir hjá þessari ríkisstjórn sem að engin önnur ríkisstjórn hefði getað komið með. Og það kannski oft munurinn sem að við þurfum að það var einmitt ekki ríkisstjórnarmál. Það var mál sem að meiri hluti þingsins samþykkti óháð ríkisstjórninni. En fengu að leggja það fram? Já, þau fengu að leggja það fram gegn því að samþykkja kynrænt sjálfræði? Þau fengu að leggja fram lögin þungunarrof gegn því að samþykkja útlendingalögin. Sko. Það var alveg, þú veist, þetta svona kaupstarna ásleiðis. Lögum kynrænt sjálfræði fekk meiri hluti á þingi. Það að segja, það þýðir það að hvaða önnur ríkisstjórnarunni hefði getað komið því máli í gegn ef að fólk að fylgja sannfæringu sín og greiða atkvæði samkvæmt sannfæringu sín sem þingmaður. En ekki samkvæmt einhverju skipun frá foringjaflokksins. Ókeypis skólamáltíðir? Það var einfallega bara verið að kaupa fyrir forsætisráðherra út. Þetta var hennar síðasta mál. Það var svona kveðjugjöf og svona skilnaðargjöf inn í forsætis kosningabaratuna að mínum mati til þess að Bjarni Benediktsson fengi að vera forsætisráðherra. Eitthvað svoleiðis, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig útfærslan þar en þetta var svona tímalaust skilnaðargjöf og svona til að hjálpa henni inn í kosningabaratuna í forsætisráðherra. Kannski fengi eitthvað kapital skiluru inn í þá kosningabaratu því að það var allt búið. Þá áttu við að stjórnarflokkarnir allir hafi raunverulega vilja að hún yrði forseti. Já, held að.
Herðu. Allavega að færi í fórsta frambóð. Einhver svona... Það var nú talað það þá eiginlega sérstaklega í hægra megin svona í umræðunni að ef að hún myndi bjóða sig fram að þá myndi hún bara taka þetta með annari eins og sagt það var eitthvað svona stórkostlegt ofmat. Já, algjörlega og skiljanlegt ofmat kannski á tveimur ástæðum, annars vegar hvernig hún var búin að hjálpa þeim sem sagt að halda völdum og þar leiðandi komin bara í þannig í sögubökkunum þeim og hins vegar þá ef að það ekki rétt mat þá var hittað þau losnaði við hana kortið úr pólitíkinni á móti. Þannig að þetta var ágætisleið til þess að hveita hana til að fara úr pólitíkinni. Herru, Björn Leví, takk fyrir að koma hingað. Við munum fylgjast með því hvað Píratar ákveða að gera í framtíðinni. Þetta svona alvarleg staða sem að hreyfingin í. Já, í alveg staða sem að pólitíkin í held ég. Það verður rosalega áhugavert að sjá hvers konar ríkisstjórn kemur núna. Ég sé ekki neitt áhugaverðan kost í rauninni sem að verður eitthvað farsæl ríkisstjórn í þessari stöðu. Kannski verður þetta ríkisstjórn sem að erfir óvinsaldir síðustu ríkisstjórnar. Nei, ég held ekki. Það er alveg nýtt sko upp. Það er að ríkisstjórnir fá yfirleitt gott svona headstart frá almenningi. Almenningur óskar öllum vel í upphafi. En það tekur það bara örfá mánuði þegar það byrjar að falla traustið. Já, en ég held að verða öðrum ástæðum núna heldur en að hefur kannski verið áður. Að ef að til dæmis Samfylking, Viðreisn og Flokkur fólksins fara í ríkisstjórn að þá annarkvort alltaf fara í klessu af því að það verið að fara eftir kosningalofurum Flokks fólksins eða Flokkur fólksins verður að slá af sínum kröfum. Ef þau gera það þá þurrkast Flokkur fólksins og traust gagnvart honum bara upp á 0,1. Það er búið að leggja svo rosalega mikla áherslu á að það sem þau eru að segja og sem yngri að segja sé bara algjört grundvallar réttindamál. Þannig að hún getur ekkert slegið að því. Ef hún slegir af því, þá er hún bara einfallega að fá sér ráðherrastól fyrir, til þæginda, sko. En oft það gert með því að við náum ekki í fyrstu skrefinu en stefn skuli að og unni skuli að og skröfu skuli nefnd og þannig hafa menn gert svona. Þetta svo mikið, sko. Og ekki trúa því að hún geti gert það. Nei, af því að þetta svo mikil lágmarkskrafa sem hefur verið í þeim allan tíman. Þau byrjuðu með þetta 300.000 skatta á skerðingarlaust, það verið lágmarkskrafa og þannig að búið uppfærst verðlag og svo framvegis síðan þá 450 og ef það á að gera einhvern skrefum á þess að þá verður ekkert 450 lokkjörtímabilsins, það virkar ekki þannig. Þannig að skrefin eru að fylgja verðlagi að minnst kosti og svo framvegis og jú, kannski ef að sú krafa verður í 500 eða 600.000 í lok kjörtímabils og það ætla að stefna þangað á lok kjörtímabilinu, þá getur það sloppið. En krafan samt jafn ólíkleg til þess að vera samþykkt af Samfylkingu eða Viðreisni eða öllum í rauninni öðrum flokkum á þingi. Þannig að ég sé það ekki gerast. Það getur enginn unnið með Sigmundur Davíð. Það vita allir sem vilja vita að hann stendur ekki við neina samninga, það gerir ekki neina gáfulega samninga. Ég var einn samningur sem var gerður hérna sem var rosalega skemmtilegur að við vorum alltaf að reyna að fá Steingrím J til þess að gera samninga skriflega það hvað var ákveðið í forsætisnefnd því að hann var alltaf að túlka á með einhvers svona öðruvísi sjónarhorni og það var aldrei hægt. Þangað til að í orkupakkamálinu þá gerði hann skriflegan samning við Sigmund Davíð það hvernig átt að ljúka því máli og Steingrímur skrifur undir og Sigmundur skrifur undir líka og bætir við samkvæmt samtali Sigmundur Davíð bara að skrifa þessi út úr samningnum þannig eitthvað svona óljóst þannig að þá ertu bara eftir með eina ríkisstjórn sem er ríkisstjórn í Samfylkingar, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og hún geti gerst ef að Bjarni fer og Þórdís myndi koma inn í staðinn þannig að það myndi ekkert breytast annað en að VG fær út úr ríkisstjórninni og Samfylkingin kemur í staðinn og Framsókn og Viðreisn. Já, svo er það Samfylkingin, Viðreisn og Framsókn. Nei. Það dugar ekki. Nei. Samfylkingin, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur. Já. Telur hann að vera ylgilegt? Já, ég held að það endi þar í rauninni. Ekki Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn? Nei. Nei, fyrir ekki það. Svo, já, til að hafa það þannig að 3 stærstu flokkarnir. Já. Þannig að það er bara aftur 2017. 3 stærstu flokkarnir myndi ríkisstjórn. Eitthvað svoleiðis. Herru,
Sjáum til hvað gerist. Spennandi. Já, gaman að fá þig. Kannski kemur hingað aftur sem svona frjáls stjórnmálagreinandi. Frjálsið er yndislegt. En ég ætla að setja hérna áfram og það er bara næsti kafli hérna við Rauðaborði. Við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Bíðið augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, fyrir 2 árum þá kom hún hingað til mín hún Guðrún Jónína Magnúsdóttir og sagði mér frá bók sem hún hafði þá gefið út sem heitir Álfadalur og fjallaði hryllilegt líf sifjaspjall og kynferðislega misnotkun og svona útilokun og hversu illa samfélagið gat brugðist við vanda barna og þeirra sem voru í vanda. Men núna er hingað komin aftur Guðrún Jónína og nú ertu með aðra bók sem að fjalla líka stúlkur sem eru beittar misrétti og fá eiginlega engan stuðning frá samfélaginu. Já, nákvæmlega. Ég er enn við sama Haukasóknið. Já. Og þetta á allt rótar ekki til þess að mér finnst þið ekki verið að grípa börnin okkar, hvort sem var þá eða nú. En svo við höfum bara séð á atburðum bara undanfarna mánaða. Já. Það er margir hörmungar atburðir sem hafa orðið í á þessu ári. Já, mjög margir, já. Já, það er bara eins og það er. Já. En þetta, Álfadalur var fjölskyldusagan þín? Já. Saga móðurinnar og þinnar fjölskyldu. En núna ertu að skrifa svona víðari sögu. Já, ég er að skrifa konu sem ég þekkti. Já. Ég þekkti hana frá því ég var 16 þá til ég var 21. Þá vandaðist hún. Systur hennar þekkti ég mikið lengur. En það er svona að tillitssemi við afkomendur og ýmsa aðra sem að ég hef ekki rétt nefna aðalsöguhetjum. Og það var það líka hina stúlkurnar sem voru að Kleppjárnsreykjum. Þær voru 14, voru þarna í ár og það bara, ég skal eiginlega bara lesa fyrir því skýringun á þessu. Ég held að það sé sniðast. Akkur þú valdir að hafa ekki... Ég valdi að hafa ekki nöfn og rétt. Ég hef valið ekki að ástæðulausu að nota ekki rétt nöfn aðalsögupersóna. Þó dagbók forstöðukonu sé í dag opinbert plagg og allir geti haft aðgang að henni, til ég ekki rétt að mér að birta nöfn þeirra stúlkna sem svo illyrmislega var farið með. Þær og aðstandendur þeirra fengu á sig nóga dómhörku, skilningsleysi og misgjörðum í lífinu að það verður ekki bætt í þessari bók. Það er heldur ekki ástæðulausu að drengurinn í sögunni er nafnlaus. Hann er tákmynd allra þeirra barna sem á Íslandi alast upp við afskiptaleysi, skilningsleysi og vanrækslu ýmiss konar af völdum alkoholisma eða fíknarforeldra, fátæktar og síðast en ekki síst fordóma þeirra sem eiga að koma málum þessara barna og hjálpa þeim. Og það tekur svo engu tali hver skeytingaleysi og kæruleysi þeirra sem eiga fjármagna aðstoð við lítilmagna hér á landi er algjört. Hvernig eiga starfsmenn í þessum geira að komast hjá því að missa móðinn þegar útlutanir á fjármagni til lausna vandanum eru skornanis mikið við nöglu raunir á? Og hvenær ætlum við Íslendingar að átta okkur á því að áföll og lélegur aðbúnaður barna í æsku skila sér í auknum glæpum, lélegra menntunarstigi og sjálfsvígum? Og til þess að skýra þetta enn betur út þá sem sagt er þetta sagan hennar, ég nefna hana Ágústu. Bókin hefst á því að pabbi hennar funnið með togara á Halamiðum. Þá var hún 8 ára og henni líkur þegar hún tekur sitt eigið líf 42 ára. Drengurinn í bókinni, sonur hennar, hann tekur sitt eigið líf 52 ára. Beinar afleiðingar af því sama. Þannig að það er ástæða. Beinar afleiðingar af því sama og hvað er þá? Erfiðu uppeldi, ekkert bakland, fátækt, skilningsleysi. Segðu mig frá Ágústu. Hvað? Hún er sem sagt, hún er miðjubarn, reyndar átti, þau voru reyndar 4 systkin en bróðurinn fór í sveit mjög fljótlega og hún er semst í miðjuna 3 systrum, elsta er þroskaheft
og eftir að pabbi hennar fyrir sjóinn þegar hún er 8 ára að þá fær mamma hennar tekur fyrst kostgangara, átti hús á Grettisgötunni, skuldlaust, stórt og gott hús á þeirra tíma mælikvarða og þetta er náttúrulega meiri kreppu og það er brjálað atvinnuleysi og mikil fátækt og þessi kostgangarar bara missa tína tölunni einn af öðrum og borga ekki og skilja eftir stóran reikning hjá kaupmannu þegar uppi staðið en hún fekk líka vinnu við að þrífa togarana hjá Allians sem var útgerðarfélag togarans sem að maðurinn hennar druknaði á. Þetta er náttúrulega bara skýta vinna, illa borgu, hún þarf að hlaupa hvenær sem bara þegar skipin er í landi og þá þarf að passa elstu stúlkuna sem að skólastjóri neitaði skólavist vegna þess að hún var í fáviti og ætti ekkert erindi í skóla og þegar að það gerist þá er Ágústa 10-11 ára eitthvað svoleiðis og þannig að hún fyrir að sækja skóla mikið verð og kemst þannig fyrst sem sagt undir afskipti barnaverndarnefndar. Og þegar barnaverndarnefnd ræði við mömmunar þá lætur hún sér fátt finnast. Hún var sjálf bara í, svona farskóla og fannst kannski menntun ekkert skipta svo gríðarlega miklu máli. Stelpan færi að vinna eða giftist eða guð má vita. Þannig að samt sem áður þarna finn ég fyrstu plöggin hana. Í Skjalasafni Reykjavíkur og síðan lendir hún í afskiptum frá Jóhannu Knudsen þá er hún farin að vinna fyrir sér á kaffistofum fyrir hermenn þá er kaninn kominn hausti 41 eða vor 41, ég maður ekki. En Jóhanna Knudsen, hún er nú sögufræg manneskja en segðu samt af henni hver. Hún er fyrsta lögreglukona Íslands sett til höfus þessum stúlkun sem voru í ástandinu svo kallaða hún fór offari hún til dæmis það fyrsta sem ég sé varðandi hana sem að ég byrja á því að vera reið út í það er það að hún leggur á sig að fara og gramsa í gömlum skjölum þá var ekki tölvur enginn vissi hvort einhverjir pappírar voru til og með svo stúlkur sem hún var að taka fyrir, skulum við segja. Hún leggur það á sig að fara og gramsa í skjölum þá til hún finnir umsögnum Ágústu sem átti að senda í sveit og var sendið í sveit, þannig 11 ára. Og hún skrifar með bláu bleki á velritaða skýrslu og ég þekkti strax ritendurnina á öðrum skjölum, lauslæti. Það er núna merkja 11 ára barn. Þannig að vísir Ágústa 13 ára þegar hún gerir þetta. En samt sem áður, þetta sýnir ofsóknirnar og hvurslags offari hún fór. Og hvað er mat það að skrifa lauslæti? Var það leitun á þetta eins og það væri persónugalli eða það væri glæpur eða að merkja lauslæti? Já, hún segir í einni skýrslunni þessi stúlka er hefur engar hömlur og er örugglega alvarlega geðveik. Ég sé það hegðun hennar við mig en svo kemur fram í skýrslu frá Ágústu sjálfri fyrir ungmennadómstólnum að hún var búin að skensa hana og láti föður hennar því að hún tók það mjög nærri sér og talaði um það alla tíð. Alltaf greinlega hefur bara mist fótana þegar pabbi hennar dó. Og það er svo margt ég las fleiri dóma, fleiri skýrslur og það er mjög sjaldan sem einhverja sannanir það eru dæmdar fyrir kynferðislegt samneyti við hermenn en það er kannski bara eftir frásögn vinkonu eða einhver orð á götunni eða njósnir Jóhanni sem að sendir einhver til að taka myndir og fylgjast með þeim og ef það sjást tala við hermann út á götu þá er það örugglega af því að þær hafa sofið hjá honum og við erum að tala stúlkur sem að vinna á kaffistofum og umgangast hermenn og væntanlega ef þetta er eitthvað líkt á í dag þá áttu þær uppáhalds kaffihús og fer þangað aftur lærið að þekkja starfsfólkið og það verður kunningjar auðvitað umgekst hún það en það er ekki þar með sagt að það hefur verið eitthvað meira bak við það og kannski getur við sagt að þó að stúlkurnar hefur sofið hjá þeim eða hvað já, hverju máli hefði það skipt En var þetta þá verið að hvetja fólk að borgara til þess að láta vita að því eða sæju stúlkur í ástandinu? Já, það virðist vera.
og það kemur út skýrsla, svört skýrsla sem heitir alltaf kallað ástandsskýrsla og í flestum dagblöðum lands, öllum helstu dagblöðum landsins og á þessari skýrslu mátti skilja að bara allar konur á milli tektar og tvítugs væru komnar í vandi og væru að selja sig hermannum. Og í fórum Jóhanni Knudsen, þegar loksins þessi skjöl eru skoðuð, þá þar vasabók með 700 nöfnum íslenskra kvenna sem hún fylgdist með. Og þá getur maður spurt sig hvað réði því að 14 stúlkur af 700 lentu í fangelsi. Jú, það var vegna þess að það var skipaður dómstóll sem hét Ungmennadómstóllinn og hann hafði það verkefni að dæma eða taka til yfirheyrslu og fylgjast með ástandinu og jafnframt dæma þá stúlkur í einhvers konar betrunarvist. Nú hét þetta ungmennadómstól, það kom aldrei einn kallmaður fyrir innan dómstól, það voru allt stúlkur. Það mátti dæma þær á góð heimili innan gæsalappa, hvað gott heimili og eða sveit. Og ég hef aldrei skilið eftir því sem ég fyrir betur í gegnum þessu hvernig það átt að verða til þess að betrumbæta þær á einhvern hátt. Á Kleppusveikin sem þessu hæli sem þær síðan lentu á voru 3 hermannakampar mjög nálagt. Bara svona eiginlega radius í kringum húsi sem þær döldust í og eitt stórunir í Borgarnesi. Og þeir eru náttúrulega allir aðganga bílum og vilja ekki til sér að fara eða vissi einhverjum stelpum ykkur staðar og rúnt í kring og bjóði bíltúr og þú veist hvernig þetta Allt það. En En Kleppjárnsreykir voru eins og fangelsi og svo voru einhverjar sendar í sveit og kannski var það byggt á þeirri trú sem var nú svolítið ríkjandi á þessu tíma að það væri gott mannlíf í sveitum en illt í sollurum á mölinni. Ef við skoðum þetta aðeins betur, það eru 110.000 íbúar á Íslandi þegar Bandaríkjamenn ganga land. Þar að veru það byrj 50.000 á Stór-Reykjavíkursvæðinu. En þegar mest var, þá eru hermennirnir nær 50.000. Og þó að þeim hafa nú verið drita niður út allt land ef við getum orðað þannig, því það var ekki það krummaskuð, það var ekki kampur, að þá að hún samt mest af þeim í Reykjavík og það er sennilega það áliti sollurinn, en konugátum lendi ástandinu út allt land samt sem áður og gilt sig þaðan til Bandaríkjanna og guðum og þetta hvað. Ég var að hugsa þetta að vera að dæma stúlkur á gott heimili eða í sveit að það væri betur haldið utanum þær, eitthvað svona hugmyndum það að það væri þroskaðra mannlíf og betra. Sumstaðar hugsa ég að það hefði alveg átt sér stað. Sko að þú hugsa til dæmis pabbi minn spila á ballum og Rauðafirði. Með fyrst Bretum og síðan Bandaríkjamönnum, þar fór all fjölskyldan á ball saman. Þetta voru ekki bara kanaböll sem að buðu upp í bragga, heldur þarna voru fjölskyldan, pappa og mamma fylgdust með stúlkonum sínum og voru á staðnum. Þar var semst fámenni það mikið meira að til þess að vera hægt að halda ball, þá voru væntanlega fleiri heldur en bara þessir hermenn sem voru á svæðinu. En í Reykjavík þá voru þeim smalað upp í rútu þessum stúlkum og keyrt á einhverja ákveðna staði jafnvel út fyrir bæinn. Og þannig að það hefur verið mikið erfiðara. Og svo náttúrulega stúlkur, það litið á þær eru farnar að vinna fyrir sér 14 ára og jafnvel fyrir eins og mín dama gerði. Og þar með það taldar fullorðnar, það er ekkert verið að fylgjast með þeirra ferðum lánættið eða kvöldin eða hvað. En það sem að stingur mig mest af öllu, það er tvískinningurinn og hræstnin. Vegna þess að það eru íslenski leigubílstjórar að keyra þessar stúlkur út alla trissur. Ég las skýrslur þar sem það var farið með þær á böll á Þingvöllum, það var verið að rúnda með þær mikið í kringum Vífilstaði og svona einhverja fáforna staði. Einn leigubílstjóri, hann var dreginn fyrir dómalátin gefa skýrslu og hann talaði einhverja stúlkuna sem að hún hefði hagað sér mjög fleðilega og vingsast utan í hermunum. Málið var mikið gert úr því að þær verið málaðar og rektu. Það bara kom fyrir hverja einustu skýrslu. Og almennt virðist, sko, þegar ég tala tvískinnung þá er ég að meina það að almennt virðist öll sekt og öll ábyrgð og allt vera lagð á hendur
barna, unglinga og hálffullorðinna stúlka sem kannski rétt að komast á giftingaraldur. Þarna giftingaraldur stúlkna 18 ára. En til að býta höfuðið að skömminni þá er sjálfræðisaldurinn færður þegar ungmennadómstóllinn er skipaður eftir lögum sem stönguðust á við stjórnarskrá. Þá er sjálfræðisaldurinn færður upp í 20. Svo náttúrulega eru bara miklar deilur þetta alþingi og vorið þá er búið að breyta lögunum og færa þær aftur niður í 18 því að það þótti bara ekki við hæfi að konur væri konar á giftingaraldur og hefðu samkvæmt leyfi til að gifta sig en það eru ekki sjálfræð. Það gekk ekki. En fyrir hvað voru stúlkurnar dæmdar fyrir þessum dómstóli? Fyrir var sökin? Sko, sökin var alltaf kynferðislegt samneyti við hermenn. Sem var bannað samkvæmt lögum? Það eiginlega kom hvergi fram. Það undarlega við það var og þar voru settar í læknisskoðanir sem reyndar voru líka mjög umdeildar því að það hafa nú ekki niðurstöðunum þeim ekki alltaf réttar sem til að gá hvort það verið hreina megar og hugsaði þér að setja 13 ára barn, hún er tekin út á götu og þá fær hana í yfirheyrslu, hún neitar því þá hún setti handi á miðjan dag út á götu. Mammuna fær ekki að vita af henni fyrir daginn eftir þá búið að fara með hana í Ánanest sem var svona eins konar upptökuheimili, millibílsheimili áður en þær fóru þegar var búið að dæma þær þá voru þær svo sendar vítt og breitt. Og hugsaði þér að vera 13 ára, vera sett í handi og síðan dregin fyrir dóm þar sem eru 3 stúdentskallmenn. Og svo ertu tekið nauðugur og farið með því í læknisskoðun og þú veist valla út af hverju verið að skoða þig, skilurðu. Eða hvað þá að fyrirstilla. Og það er bara svo margt ljótt í þessu. Sko, valdamismunurinn og kynjamisréttið er svo mikið og eftir því sem að ég las meira þessi reiðari varð ég. Ég fannst þetta bara... Það var farið því líka affari. En hún var dæmd? Hún var dæmd. Og hvað var gert við hana þá? Hún er dæmd til vistar, já, það er, ég verði að segja það. Það er nefnilega svo ljótt líka. Það er kveðið á það í reglum dómin að alvarlegsta refsing skuli vera fangelsisvist á Kleppjárnsreykjum þegar kölluðu þetta vinnuhæli, unglingafangilsi og alls konar nöfn og það festist ekkit eitt. En þetta er sem sagt gamli læknisbústaðurinn á Kleppjárnsreykjum sem er dubbaður upp í þetta stórt hús á 3 hæðum og glæsilegt hús, kynda heit vatni og þessu er startað þarna haust 42 með 2 starfskonur. Og hún, Ágústa mín og vinkona hennar, besta vinkona hennar sem að ber vitni í dóminum og er eiginlega fyrir sinn vitnisburð dæmd líka fyrir sömu sök. Það er farað saman, þær eru fyrstar þarna inn, 13 og 14 ára. Í lögunum segir þær verði að vera orðna 14. En nei, það var byrjað þegar brjóta lögu Ágústu, hún var 13. Önnur stúlka 13 ára var líka dæmd þarna inn vorið 43 en hún hefur verið þarna sennilega 2-3 mánuði, hvað svo leys. Því að svo fyrirværi laust, þá er hæli lagt niður og í svo mikilli skyndingu að forstöðumaðurinn hefði viku til að koma sér konu og barni og búslóð allir saman í burtu. Því þá hefur þetta verið orðið svo mikil skammablettur á þeim, þeir eru ekki séð sér annað fært en að loka þessu. Og þar með eru allir dómar ólöglegir en nú er búin að fara alveg að stóra hring því að það sem að ljótast í þessu reglurna káðu á það að fangelsisvistin væri þyngsta refsing en henni lyft að velja þegar dómurinn fellur þá er henni og móðurinn að lyft að velja hvort hún fer í sveit eða hvort hún fer í fangelsi, hvort hún velur sjálf þyngstu refsingu og það er búið að ræða það og rætt mikið inn á þingi hvaða áhrif þetta hefði á líf þessar stúlkna að vera dæmdar á þennan stað teknar svona harkalega út úr þessum stóra hóp sem var að stunda samneyti við hermenn og hún hefur ekki haft hugmyndum og sjálfsagt mamman er ekki heldur átt að sjá afleiðingunum af því að sko dómharka og skilningsleysi þú getur ímyndaðir í svona litlu samfélagi
þetta lifði mikið lengur heldur en hersetan. En valdi hún sérst að fara á Kleppjárnsreykjum? Hún valdi að fara á Kleppjárnsreykjum. Þú segir að það hefur verið rætt þetta á þingi. Var einhver andstaða við þetta? Já, það var andstaða. Og hvað kom hún? Já, það voru margir þingmenn á móti sem var til þess síðan að ungmennadómstóllinn var dæmdur ólöglegur og þetta lagt niður og lögin gerði ómerk. En hvað var hún hún fer á Kleppjárnsreyki og hvernig er ævinnar eftir það? Ekki aðeins að taka ævinnar með hún niður á Kleppjárnsreyki. Hún klárar fullnaðarpróf sem hún var ekki búin með því að hún hefði mætt illa í skóla, klárar það með ágætum og hún lærir hellingarna, matagerð, þrif og annað, ekki það hún hafi ekki lært helling áður því að hún vann alltaf, en að mörguleiti var þessi dvöl henni persónulega mjög til góðs. Hún og vinkonunnar kynnast svo bræðurinn sem unnu þarna í gróðurhúsi og þær enda með því seinna á ævinni að giftast þessum bræðurum. Þannig að, og þær eiginlega uppgötva eftir að þær fara þarna út að þær eru óhuldar ef þær eru með íslenskum strákum, það skiptir sér engin á þeim. Þær máttu fara upp í bíl með þeim, þær hefði alveg mátt sofa hjá þeim, það var engin að pæli því. Þú veist, það var ekki glæpur. Já, að íslenskir strákar og stelpur svæfu saman og íslenskar stúlkur og íslenski menn. Já. Þannig að tvískinningurinn og restin í þessu bara reyði ekki veindeming. Hún er þannig náttúrulega með alls konar, þar voru ekki neinir englar, margar þessar stúlkur. Það brutist inn og það brutist út og það bruti allt og brömluðu. Þannig að það enduði á því þess sem voru vestar, það voru lestanir í kjallara, látna að sofa á dýnum og þarna var fullt af svona grápöttum og alls konar svona hvera skorkvíkindur sem þrífast vel í rökum heitum jarðvegi. Þannig að þetta var ekki geðslegt. Þær brutu rúður svo það þurfti að negla fyrir gluggana, þannig að það var bara, og svo var slökkt ljós og haft myrkur hjá þeim í refsingaskyni. Þannig að hún Ágústa mín lenti nú aldrei niður í kjallara, en félagskapurinn var allavega hana. Það er líka viðbrögð það þegar þú lokar eitthvað inni að þá má rekna með því að bara vistinn, að það að vera lokaður inn á hæli eða deild eða fangelsi, kallar á okkur viðbrögð. Já, og það var mjög skýrt í öllum skýrslunum sem ég las, bréfum frá þeim og fleiru. Þær töluðu allar þær voru farðarna nauðugar og þær voru hneftar í fangelsi, þær voru í fangelsi. Þó það veri farið með þar út að labba. Og svo náttúrulega stukkur sumar í burtu úr gangutúranum og týndust og allavega hana. En þær voru allar mjög vel meðvitaðar það að þær voru í fangelsi. Og umgengni við sveitungana og fólki í kring var takmarkuð. Þær fengu ekki að fara á bæi en það var fengið fólk að næstu bæjum. Það var eitt sem kom að spila á harmoniku, þær fengið að dansa, svo voru svona spilakvöld og einhver skemmtikvöld. En það var á forsendum hælisins og forstöðukonu sem var að reyna að létta þeim lífið. En þær voru lokararnir, þær fengi ekki að fara nema í vinnu á næstu bæi. Og eitt enn sem að verður eiginlega að koma fram varðandi þessu hælisvist, það er í lögunum eða reglunum rekstur hælisins, það er að fá borgað. Það er að fá borgað fyrir vinnuna sína. Það er sjáum þrif og það er sjáum þvott á fötum, það sauma fötin sín, það er hjálpa til við eldamennsku, bakstur og annað. Fyrir þetta eiga að fá laun, helmingin eiga að fá sem vasapeninga og afgangin þegar það fara. Ég leitaði, ég veit ekki hvað ég fór í gegnum marga blaðsíður á bókhaldi. Ein stúlka fekk greitt laun þegar hún fór. Ein. Það var ekkert bókhaldi yfir fyrir hvað, hversu marga tíma hún vann, við hvað hún vann. Þær hinnar hafði greinilega ekki hugmynd um þetta og það er bréf í bókinni þar sem hún biður Ingimar Jóhannesson sem var starfsmaður barnaverndarnefndar, mikill sómastarfunum hans, mjög góður maður greinilega og góður við þær. Hún biður hann að senda sér eftir jólin efni í pils og blússu. Því að hún greinilega, hún er að verða 14 ára í febrúar, að hún hefði ekki átt almennleg jólafött. Og hann langar að eiga betri fött fyrir afmæli sitt. Og hann svarar
segist alltaf að koma upp yfir mjög fljótlega og reyna að bæta úr allir sem vantar, en hann segir henni ekki í þessi svarbréfi að hún eigi rétt á því. Hún hefur ekki hugmyndum að hún á að fá föt. Það stendur í reglunum, það á að fæða þær og klæða. Þær fengu ekki læknishjálp með mjög takmörkuðu leyti. Það voru allar meira og minna með skemmta tennur, það var enginn þeirra sendið tannlæknis. 2 voru hvort undan verkjum og ógleði og ýmsu kom í ljós að önnur var ófrísk, en hina þurfti að skera upp við í bottlangakasti. Hún er búin að vera með krónisk bottlangakast allan veturinn. Þetta var allt svona. Það var einhvern veginn, eins og var lítill mannlegu skilningur á öllunum að bara borða, sofa, þrífa. Já, og halda þeim frá samfélaginu. Já, halda þeim frá samfélaginu, já. Eins og var algengt á þessum árum að það voru svona hæli, það voru kvöldu fávitahæli og það voru drykkjumannahæli og svo voru náttúrulega fangelsi, og hugmyndi var líklega svo að þetta fólk væri mein í samfélaginu og verið að flytja það út úr samfélaginu svo að samfélagi getur orðið heilbrigt. Já, það var eins og það mætti ekki smita út frá sér. Já, það var þannig var hugmyndirnar. Já, þannig voru hugmyndirnar. Herðu, en síðan linnir þessu. Já. Líklega ekki bara fyrir en að herinn einangraður á Keflavíkurflugvelli. Já, hún á raun og veru samkvæmt dómnum að fara í sveit. Já. Og þær framfylgja því maðgurnar, hún fer að Gröf í Miðdölum þar sem hún átti skyld fólk og þar. En fyrir jól, þetta sama ár 43, þá hún komin heim til sín. Já, það líka eitt. Þær mistu allt sem þær áttu. Mamma hafði keypt minni íbúðir, húsið var eiginlega svikið út úr henni. Lögfræðingur sem sá söluna, hann fekk einhvern lepp til að kaupa það og fluttið þangað svo inn sjálfur eftir einhverja 3-4 mánuði eftir að hafa selt á einhverjum mjög lágum prís. Jæja, nema það enda með því að missa allt sem þær eiga, og sumarið þá þær sumarið 41, þá þær í Valhöll að Þingvöllum ásamt fleiri mæðrum með börn. Það tíðkast sem sagt að mæður væri sendar sem voru með yngri börn. Þær voru sendar út á land alls konar sumardvala staði. Og síðan þeim útluta íbúð í Höfðaborginni sem þá nýbyggð. Og ég kom þangað reyndar inn einu sinni. Þetta var 30 fermetra íbúð, það var pínlítið forstofa, klósett sem var rétt að maður þurfti eiginlega að bakka inn á það. 2 herbergi sem komist 2 dívanar á borð á milli dívanna í hvort herbergi. Þá annað verið kallað stofa. Pínlítið eldhús, kynnt með kolaofni, einfalt gler. Og nafnið á bókinni, Roki í stofinni. Það kemur til að því sem að elsta systirinn segir, það kemur sér skemmtilega norðanátt af Esjunni, sem allir Reykvíkingar þekka, ísköld. Og gardínurnar standa bara þvert inn á gólf og hún kallar mamma, það rok í stofinni. Og þær myndust þess að oft og svona hlóðu svolítið að þessu, en þetta var samt svona sárt. Þetta var svona ljúfsárt. Þetta voru bráðabirgðahús sem byggð á staurum, héldu ekki í veðri og vindi. Hvorki veðri að vindi. Fúnuðu mikið og var vont loftin í þessu og saggi og gólfin urðu fiskinn og byggt á staurum í mýri. Já, þetta var við bjór. Og en svo tvíþætt meining með þessu nafni því það var aldrei logn í lífinu hennar. Það var alltaf rok í stofunni. Þannig var það. En þú kynntist henni, þú sagðist að það var kynntist henni milli, þegar þú var 16 eða 21 eða hún? Ég var 16, hún var 42 ára, hún dó 71. Og þá bjó hún út á landi, hún bjóð þar þegar hún dó. En sagði hún þér þessa sögu þá? Eða? Hún sagði mér undan ofan af. Hún átti erfitt með að tala um þetta og það var helst ef hún datt í það að þá heyrði maður beskjuna og biturina sem bjó undir. En var það að tala um að hefði verið farið illa með sig? Ekki, nei, hún ræddi mikið meira framkomuna við sig eftir að hún kom í bæinn aftur og hún fór að fara út að skemmta sér með sínum mönnum og hún tvígift. Og þá fekk hún ekki frið fyrir einhverjum svona, þú veist, slordóna Íslendingum sem töldu að hún væri bara til í allt. Af því að umræðan þessar stúlkur var þannig. Og
þetta var bara, hún átti mjög erfitt líf. Hún var liðagiktarsjúklingur og með líka geðhvarfasýki og henni að glíma við það, þessa 2 erfiðu sjúkdóma var bara, hún tapaði þeirri glímu og hún tók sitt eigið líf 42 ára og samskiptana við Karl Strand sem var yfirmaður á geðdeild Borgarsjúkrahússins voru mjög sérstök og ég kem svolítið inn á það. Það sögðu mér báðar frá því systur, lentu báðar í því að þær sátu hjá honum tímunum saman ár eftir ár og hann sagði ekki orð, þær átt að tjá sig en hann spurði ekki einu sinni en hann var óspara lyf nóg til að því og hann sendir hana með 3 mánaða skammta glæni í lyfjum sem engin reynsla var komin á og hún tekur öll þegar hún fer á endanum. Þannig að sá maður á ekki på pallborðið hjá mér. En þú sagðir að sonurinn hefði líka fyrirfærið sér. Já, hann gerði það. Trúir þú að svona áföll og erfiðleikar að þetta gangi á milli kynslóða, afleiðingarnar? Afleiðingarnar, já. Það setur mark sitt á fólk hvernig þú ert alin upp og við hvað aðstæður. Og það sagði einhver tíma við hann að hann gengi með púðutinn í maganum. Ég held að það hafi verið mjög rétt lýsing. Og og þess vegna hugsa ég svo oft þó þetta hafi gerst þá eru bara sömu atburðir að gerast í dag. Og við erum enn ekki að grípa börnin okkar, við erum enn ekki að gera eitthvað sem gagnast. Meiri hluti fanga, litlar henni ADHD og drengurinn umræddi var það örugglega og hún sennilega líka. En af hverju erum við þá alltaf við sama heikarshornið? Af hverju erum við alltaf að reyna það sama sem að bara greinilega gagnar alls ekki og eftir því sem okkur fjölgar og fleiri eru með ADHD að því það sannanlega erfanlegt að þá spyr ég mig erum við ekki bara að gera eitthvað alveg kolvitlaust? Þurfum við ekki bara alvarlega að stokka þetta upp? Þess vegna þessar bækur mínar. Þarna gripið þess ráðs að taka börn sem óæskileg og bara fjarlæga þau. Já. Þú vísar síðan til þess að vera að gefa fólki líf og það önnur leið sem gerð. Það vantar svo sem ekki að það eru fleiri börn með greiningar við ræðum að börnunum okkar líði illa. En hvað finnst þér að ættum að vera að gera sem við erum ekki að gera? Ég vildi að ég hefði svarið því. Það er eitt náttúrulega alveg dagljóst ef börnum fyrir að ganga illa í námi og ADHD börnum fyrir oft lesblind, þeir fyrir oft að ganga illa 10, 11, 12 ára strákar oft rífa sig upp á þeim aldrei og fara að læra á krafti og fá metnað og þú veist hvernig þetta er en ef þeir hafa ekki getuna, ef þeir eru lesblindir eða eitthvað annað athyglisbrestur eitthvað háir þeim, þá kemur það strax í ljós og ábyggilega fyrr heldur en 10, 11 ára. Þegar ég var að alast upp þá var allir skildaður út í frímínútur eftir hverja 40 mínútna kennslustund þannig að þá fengu krakkarnir strax hreyfingu. Nú er það ekki. Það er búið að taka það af. Þá voru verklegir tímar, þeir voru að læra smíði, þeir voru að læra alls konar annað heldur en þessi strákar. Og við sjáum það bara, ef við lítum tilbaka, það voru mjög gjarna mikið fleiri strákar í því sem kallað var verri bekkirnir. Allavega í mínum skóla. En það voru strákar sem eru bara góður að gegna menn. Þeir fóru á sjóin, þeir eru smiðir, bifvélavirkjar, rafvirkjar, allt mögulegt. Og gengdu bara góðu hlutverki í samfélaginu. En núna er einhvern veginn eftir að lögða aðaláhersla á bóklegt nám og hinn bara hend út í buskan af því að það er svo mikið dýrara heldur en að prenta bækur og eða stefnan einhvern veginn svo. Þá tínast þessi drengir. Og stúlkur sem það eru vissulega líka. Það hafi jáfnvel minna rúm fyrir svona börn í samfélaginu í dag. Og mikið minni viðurkenning. Þeir fá ekki lengur gott hjá þér. Vel gert, þú veist. Þessi strákar voru vissulega sendir í sveit og stóðu sér þar frábærlega.
og að beita á sjó og allt hvað og jafnvel konur á togara 15 ára gamlir en í dag það ekki, þeir eru sviftir þessum tækifærum, krakkar í Reykjavík fá ekki að vinna úti nema þessi orðin 18 ára og hvað? Og þú flasnar upp eftir 10. bekk, hvað að gera við þig? Þú mæli göturnar. Það ekkert skrítið. Þetta ekkert skrítið hvernig staðan í dag. En það hópur af fólki sem stundum nefnt sem krakkar sem ekki eru skráðir í skólu og ekki eru í atvinnu einmitt á þessum árum. Já. Sem svona týndu tími. Við missum þau bara. Já. Þú talar stráka en þessi bók fjallar náttúrulega svona fordóma og dóma á stúlkur. Fyrir að vera konur, fyrir að vera stúlkur. Fyrir að vera ástfagnar af manni sem ekki alveg af sama þjóðerni og þær. Já. Og það bara tilvist þeirra einhvern veginn ógn eða röskun á samfélaginu. Já. Ástin hættuleg. Ástin hættuleg. Já, maður tala nú ekki kynlíf, það bara stór hættuleg. Nema með hvítum heilbrigðum Íslendingum innan gæsalappa. Já. Herðu, en þú byggir þetta á dómum og ýmsu en meðal annars á dagbókum Dagbókum forstöðukonu. Allt þetta ár sem að hæli var rekið og ég byrti náttúrulega ekki alla bókanir en ansi margar af því að það svo skemmtileg saga í þeim. Þetta heilmikil fróðleikur hvernig bara eins og hvað það að gera. Það til dæmis að sauma sér bindispelti og bindi. Þarna fást ekki eins og dömubindi út í búð. Og svo margt svona sem að bara fólk veit ekki í dag. Nú, eitt vegakerfið, hvernig það var þegar hún fer að vinna, hún Ágústa gerist kokkur í vegavinnu vestur á fjörðum og fer þangað með strákinn með sér þegar hann 12 ára og bara vilpurnar á leiðinni og pallarnir og þvottabrettin. Ég hugsa að fáir í dag viti á ungu fólki hvað þvottabrett á þjóðvegi Já, maður rekst á þessu. Kannski, já. Sérstaklega út svona fyrir vestan. Ef út fyrir vestan, já. Þá veistu það. Já, að margt svona sem að þetta eru lögregluskýrslur, þetta eru dómar, þetta eru dagbók forstöðukonu, kirkjubækur. Þetta var fyrst þegar að ég fæ áhuga á þessu þá Alma Ómarsdóttir að undirbúa gerð heimildamyndar sem hét Stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum. Hún með fyrirlestur í Reykholt og ég fer þangað af því að ég þekkti þessa konu. Þá kemst ég að reyna það eru bréf meira að segja frá henni þarna í þessum skjalasafni. Þá eru fræðimenn búin að fá að ganga ekki almenningur. Þannig ég beið í 10 ár eftir að koma puttunum yfir þetta og geta farið að gramsa. Til þess að segja sögu þessari konu sem þú kynntist. Þú varst með bók í Hittifyrra og nú ertu með bók og þú ert orðið bara rithöfundur af fullu starfi. Já, ég reyndar komið út eftir mig 3 ástarsögur hjá Vestfirska forlaginu fyrir mörgum árum og 2 barnabækur. En já, ég náttúrulega... Hvað aldar hann að skrifa? Ég verð 75 ára núna 20. desember, ég veit ekki hvað ég endist. En þetta gaman og þetta náttúrulega mikið betra heldur en bara að gera ekki neitt. Þannig að, já. Og takk fyrir þetta að koma með sögur af fólki sem hefur þurft að líða fyrir óréttlæti og kannski fáskipti samfélagsins, ekki síst. Já, ekki síst. Takk fyrir að fá að koma. Gangið vel, Guðrún Jónína Magnúsdóttir. Takk fyrir. Já, þetta eru lokin á Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hefði hingað komið og Sigurjóni Magnúsi fyrir að taka viðtöl. Laufey Ólafsdóttur og Pétri Fjallþið fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hafi breytt þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Ég bendi á eins og ég gerir stundum að þið geti hjálpað okkur við að byggja upp dreifikerfissamstöðuna bara með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem að þið heyri hér eða sjáið og ykkur líkar. Benda á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum
í útvarpinu og 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útasendingar á spilarin.is á netinu og svo spilarin líka app sem maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síminn. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki líka bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Fólk borgar þá 2500 krónur í grunnáskrift og það safnar saman og verður til þess að við getum haldið upp í þessum umræðu vettvangi hér og byggt upp fjölmiðil og væntingar að geta eldan enn frekar í framtíðinni. Ef þú vilt slást í hóp áskrifenda þá getur þú farið inn á samstöðun.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift og þar getur þú skráðið fyrir 2500 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og þökkum kærlega fyrir. En þetta er komið gott í bili. Við sjáumst aftur hér á morgun við rauðaborðið. Það byrjar klukkan 8. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.